Síðast fórum við í gang, það var hljóðið á okkur í einhver tíma. Já, þetta klúraði skjörsamlega sko og ég er að fara að taka það eftir smástund sko. Já, Þannig að bara ég þarf bara að fá, svo ég geti fara að dæla inn á alla samfélagsmiðla. Já, mamma er að býða eftir link frá mér. Án gríns, hún býðir hérna. Right. ég þarf að pissa. It's more exciting. My mom is my cheerleader number 1, 2 and 3. Já, hann er ábyrjan. Það spurning, við tölum við hann, svo tölum við þig, svo ef þú vilt þá máttu bara fara. Svo fyrir við bara að tala eitthvað, skilurðu, Okay. þú veist, við tölum ábyggilega bara eitthvað Já. Íran og Já. ástæður í Miðjarðarhafi og... Ég var einmitt að horfa á fréttir RÚV. Horfður á þær? Nei, Núna í kvöld. nei. Þvílíku djókur, maður. And so what I'm saying is, we're probably going to go into some other controversies which you might not want to be dragged into. But you are welcome to stay if you want. Yeah. You know, we are not kicking you out. Okay. So, Is there a pause, by the way? no. No? No, if you need to go to the toilet, you just go to the toilet. Okay. So, Because it would be a good moment to... Can you guys hear me? Nei, nú er ég að slökka á þetta svolítið. Ok. Til að geta búið til Komið link. ykkur þá. Nei, eftir ok. eina sekundu. Right. Giggity.
Herra, þetta dettur inn. Erum við þá komnir í beina það? Við erum komin í þráð beina maður. Já, herra, þá Þetta, bara býð ég alla velkomna að skjánum og bara takk fyrir að hlusta á okkur. Helgi, þú ætlaðir að kynna okkur hérna, alla. Herru, já, Alexander er hérna, það er eitthvað bergmál hérna sem ég heyri. Það var mér að kenna. Við það. Það er þér að kenna, það hlaut að vera. Það hlaut að vera. Herru, já, hjá okkur eru Alexander Hi. sem að nýverið tapaði forræðismáli og við ætlum að ræða betur við hann og eftir en það voru transdeilur út á barni sem að hann á og hérna faðir og Eldur alþjóðafulltrúi LGB samtakana og meðstjórnandi í LGB International og svona eins konar sérfræðingur í málefnum hinsegin fólk. Já, svona skugga sérfræðingur. Já, og kannski ekki með réttindi frá landlækni. Nei, en svona með hvað margir titla sér sérfræðinga í dag þá held ég að sé alveg óhætt að kalla því sérfræðingi. Eða kannski svona gaggrínin sérfræðing. Já. Eða sérfræðingur í gaggríni. Og sérfræðingur í gaggríni, já. En hérna, hvað er það að Sérstaklega byrja? sérfræðingur. Já, sko, má ég nú sjá. Þú hefur nú komið hérna áður Eldur og þá sagðistu vera hataðasti hommi Íslands. Já, og það, Er það ennþá eða? ég veit það ekki, ég held Nei. að sé eitthvað, Hver er búin að taka við keflinu? það er eitthvað smá glæta þarna úti að fólk er bara að byrjað einhvern veginn að vakna og segja, heyrðu, shit, ég held að við hefðum kannski átt að hlusta aðeins meira hérna fyrir 2-3 ára síðan. Það er eitthvað að gerast allavega. Ég er ekki eins, ég finn það núna, það er ekki eins mikil óvild í mín garð og hefur verið áður. En svona, ok, kannski fyrir þá hlustendur sem að horfðu ekki sérst á þáttinn sem að var fyrir þó nokkuð mörgum mánuðum allavega þegar þú komst niður síðast að þá ertu aktivisti Já. sem að berst fyrir réttindum hinsegin fólks Já. en á sama tíma að þá hefur sett ákveðin spurningamerki við svona þetta svona transhugmynda heim og fræði. Já, og sko ekki náttúrulega bara hugmyndafræðina sem snýra transinu heldur einnig innrætingu og Já. sérstaklega í skólum og hvaða umdeldu kenningum er haldið af börnum sem að staðrændir sé að ræða. Akkurat. Já, þetta er mjög umdeilt og sumir stjórnmálaflokkar hafa tekið þetta upp og maður sér þetta mikið í bæjarstjórninni núna, í sveitafélagskostingunum sem eru framöndan. Maður sér að það eru ákveðnir flokkir sem að halda þessu á lofti. Ertu vongóður að það séu flokkar sem er eftir að taka svona upp svona, hvað ég að segja, þínar hugsjónir? Ég ber náttúrulega ákveðna vonir til einhverja þeirra. Já. Núna er til dæmis mjög spennandi að sjá hvað gerist í borginni. Akkurat. Þér að segja þá, sko, núna er nýbúið að kynna lista sjálfstæðisflokksins í borginni og það eru þarna inni nöfn sem mér þykir rosalega gott að sjá á listunum þar. Þú nefnir einhvern sérstaklega? Já, ég get alveg nefnt til dæmis Brynjar Níelsson, ég er mjög ánægð með að hann sé að koma þarna inn. Já, einmitt. Og hann hefur til dæmis alveg verið hérna megin línunar í þessum umræðum öllum. Jú, hann er mættið og viðtal. hann er mikill hérna, já við skulum bara kalla hann svona champion fyrir málfrelsi og skoðanafrelsi. Hann ætlar að koma inn í borgina fyrir sjálfstæðisflokki. Já, og hann er í 3. sætinu, þannig að hann er nokkuð örugur inn, þannig að við erum að fara að sjá Brynjar Níelsson koma inn í borgina og það er bara mjög jákvætt. Já. Margir held að hann myndi einmitt koma inn fyrir miðflokkin, sko. Við spurðum hann að hann neitaði ekki, sko. Nei. Hann var búin að taka afstöðu, en ég átti svo sem ekki vonað að hann færi í borgarpólitík, Nei. en það er virkilega ánægilegt að sjá hann að En það er svona eitt af því jákvæðast að ég get sagt að það er, þarna veit ég allan að borgarbúar fá mann sem væri tilbúin að fara að taka ákveðna slagi eða valda svona ákveðnum jarðskjálftum innan borgarbáksins því að það er nóg að gera þegar nýr meirihluti og ef við fáum nýja meirihluta í borginni sem getur nú fara að vinda ofan af allri þessari vitleysu innan borgarinnar. En svo er Sigfús Aðalsteinsson líka með eitthvað nýtt framboð og félagar, er það ekki
okkar borg. Jú, þeir eru náttúrulega þarna líka. Ég hef ekki séð mikið frá því framboði ennþá. Nei. Ég held að ásetningur þeirra sé mjög góður og þetta eru ágætis menn. Ég hef bæði unnið með honum Baldri Borgþórsinni, þannig að það er mjög traustur og góður maður á ferð. Já, Baldur er mjög góður. Og sama segi ég við sambandi við hann Sigfús Aðalsteinsson, þetta eru fínir menn. Já. Og svo er náttúrulega mjög spennandi að sjá hvað miðflokkurinn gerir sko með Ara þarna í brunni og ég held að stefnan hjá miðflokknum sé svona tiltölulega skýr þarna. Þetta er bara svona skynsemi stefna og þeir vilja að allir fái sín réttindi en það sé kannski ekki innræting. Er það þar sem þú dregur mörkina, það sé ekki innræting? Já, sko það sem kannski hræði mig mest með miðflokkin er að þeir kannski svona drukna aðeins í skynsemin og kannski eru ekki á nógu róttækir að vinda ofan af ýmislegri vitleysu sem þarf að vinda ofan af hratt og örugglega. Þegar þeir stigu svolítið á bensínið, þá fylgið þeirra upp og núna eftir að þeir fóru aðeins að slá af og fóru svona að stilla upp fólki og svona kynjuðum listum og svona þá sér maður að þeir eru að missa fylgi. Þetta er svona mín tilfinning með miðflokkin og mér þykir ofboðslega vænt miðflokkin og margt fólk þar innandýra. Já, mjög mikið góð fólki. Já, mjög svo og bara mikill fengur í nýju fólki sem hefur komið þarna inn. En ég er svona eilítið hræddur að þegar þeir fara að mælast vel, þá myndast ákveðin hræðsla. Já. Að þá verða þeir að fara að passa sig og fara að spila gömlu góðu kerfispólitíkina. Já, maður sér það að það er eitthvað innan flokksins. Og það eru öfl innan flokksins sem eru þarna. En svo eru menni svo stóri sem eru að segja, hei, þú veist, pössum okkur að bremsa okkur ekki mikið af. Það er nefnilega máli og miðflokkurinn verður að passa sig á þessu að vera ekki að stíga á bremsuna, heldur að gefa í frekar, því að það er ákall breytingar og það er ákall að vinda ofan af þessu vók, rugli og innrætingu allstaðar og ég vil bara rosalega mikilvægt líka fyrir ekki eldri, ég held að vera búinn en það er rosalega mikilvægt einmitt að þeir fatti að það er verið að kalla eftir einhver öðruvís, það er ekki verið að kalla eftir þessu sama, og það er styrkunni þeirra. Ef þeir alltaf falla í þennan, falla bara að byrja að fara ofur varlega og passa sig og þeir nú að passa styggi ekki á sem komnir eru, þá heldur bara allir að þeir sé bara búin að missa pungin og bara bytta nú við. Ég er bara treyst þeim ekki, hvað er í gangi hérna? Ég er alveg sammála Jónið þannig sko. Já, ég ætlaði með þetta að fá bara að nota tækifæri núna og skjóta því inn að sérstaklega til fólks sem er með börn á leikskóla og grunnskóla aldri að að gera að mæta á sem flesta framboðsfundi hjá öllum stjórnmálaflokkum og hreinlega spyrja frambjóðendur hvað þeir ætla sér í þessum efnum. Því að það er rosalega mikilvægt að við bara fáum það fram og við getum kortlagt hvaða stjórnmálamenn við getum treyst til verka og við verðum líka að geta kortlagt það hvaða stjórnmálamenn eru með hvaða skoðanir því að það sem er svona einna helst að í íslenskri pólitík í dag er það að við vitum í raun og veru ekki hvaða skoðanir stjórnmálamennir okkar hafa. Nei, og svo er það líka annað að þeir kannski segjast alltaf að gera hluti sko eins og negla niður vextina og svona en kannski gera það ekki. Nei, einmitt. Við erum með þó nokkuð mörg dæmi alls konar lofur sem að hafa nú ekki fengið að standa frá því síðustu kosningum sko. Það er nú komið ár inn á og ekkert útlýtt fyrir að það gerist. En síðastur varst í okkur, þá varst í málaferlum við RÚV. Já. Hver er staðan á þeim? Og kannski gefur okkur svona stutta forsögu. Já, ég skal gefa ykkur stutta forsögu sko. Ég rétt fyrir alþingiskosningar þá var Arnar Þór Jónsson formaður lýðræðisflokksins í þætti sem heitir Forystusætið 3 dögum fyrir kjördag og þar fór Bergsteinn Sigurðsson og Ríkisútvarpið ansi mikinn og í raun og veru bara ambusjuðu eða hvernig maður segja réðust að Arnari sátu fyrir Arnari vegna veru minnar í oddvitasæti í Norðvesturkjördæmi og
sögðu að ég hafi verið sem sagt fjarlæður af lögreglu við skólalóð fyrir að ljósmynda börn og starfsfólk í leyfisleysi sem náttúrulega alls ekki rétt en þarna verið að vísa í atvik sem kom upp í Langholtsskóla þegar við fórum nokkur í vettfangsverð vegna veggspjalda sem var búið að láta okkur vita að væri þarna og fórum eftir skólatíma sem satt milli 4 og 5 eftirmiddaginn. Það var meira með okkur þarna í einn fyrrverandi skólastjóri sem komin að eftirlaun sko. Okay. Og það var náttúrulega og þau buðu okkur þarna velkomin og sýndu okkur þarna en svo þegar sá sem var að sýna mér fattaði hver ég væri var annars, hann var samkynniður líka og mjög djúpt í þessum hinsegin kenningum þá raka hann okkur á dyr og við náttúrulega bara hlýttum því og það var ekkert vandamál sko og þetta myndskeið sem kom þarna í kjölfarið það náttúrulega sést á myndskeiðuna ég ekki að mynda neina myndavél því að annars væri ég ekki mynd og ég í mynd en ég tapaði náttúrulega málinu á mjög furðulegum forsendum í héraðsdómi sem nú búið að áfrýja. Ég á sem sagt samkvæmt héraðsdómi að þola að Ríkisútvarpið geti skrökvað mig ef Ríkisútvarpið geti vísað í lýina í öðrum fjölmiðli en þá vísaði náttúrulega Ríkisútvarpið í einhverja frétt á heimildinni sem á bakvið greiðslumúr en mér ber náttúrulega engin skylda til þess að vera með áskrifta einhverju kommunistablaði út í bæ til þess að fylgjast með hvað skrifað mig. Nei, en þeir mega vísa í þá. Þeir mega vísa í þá. Þannig að samkvæmt héraðsdómi rauninni heimildin ábyrg fyrir að ljúga upp á þig. Já, en sko samt í lögum Ríkisútvarpið þá stendur að Ríkisútvarpið á að vanda ekstra mikið til verka og leita ólíkra sjónarmiða frá öllum sjónarhornum og þau gerðu það náttúrulega ekki í þessari umfjöllun en svo málið svona pínulítið að vinda upp á sig núna því að ég var í skýrslutökum hjá lögreglunni núna á föstudaginn var. Já. Vegna þess að það önnur kæra sem var lögð fram í kosningabaráttunni gegn mér og það var brot gegn barnaverndarlögum og svo brot á hatursorðræðu löggjöfinni fyrir fyrirlestur sem ég hélt í Lissabon í Portugal. Já. Og það sem sagt móðir Transbars sem kæri mig til lögreglu fyrir að hafa birt myndir sem ég tók af vef Reykjavíkurborgar og Landsbanka Íslands en vísaði náttúrulega heimildir og ég var náttúrulega bara með fyrirlestur í fræðasamfélaginu. Já. Þannig að ég svona pínu. Þannig að þeir með þess að byrta ákveðna myndir sem að var þá ekki barnaverndarlög en ef að þú gerir það fyrirlestur í Lissabon þá var það að barnaverndarlög og þá einhvers svona brot. Það virðist vera það er ekki sama hvort það sé Jón eða Sérjón því að myndirnar myndefnin sem ég tók var af vef Reykjavíkurborgar sem almanna eign. Já, maður haldið það þetta á kostnað skattgreiðanda og Landsbanki Íslands var líka í ríkiseigu þarna held ég, ef ég man rétt þegar ég tók þessa myndir, ég man það ekki hvenær var Landsbanki ég bara anyways, það breytir ekki öllu en það þarf enginn að telja mér trú það að myndir og þessar myndir hafa ekki verið notaðar í einhverjum fyrirlestra tilgangi af öðrum en mér. En þú mættir í rauninni samt sem áður opna vef Reykjavíkurborgar hvar sem hvenær sem hvaða umdæmi sem og sína myndirnar af vefnum en þú mátt bara ekki copy-paste það inn í fyrirlestur. Nei, en svo líka það náttúrulega líka augljóst en svo líka náttúrulega spurning líka hvort að lögreglan hafi yfir höfuð lögsögu vegna að brotið það frammi í Portugal og það ekki ég sem byrti fyrirlesturinn á netinu, ég bara verktaki og það samtökin sem ég held fyrirlesturinn fyrir sem byrta fyrirlesturinn á sínum vef. Já, þetta hljóma nú svona bara sem eitthvað til þess að valda vesinni. En tímasetningin athyglisverð því að hún í kosningabaráttunni þannig að þetta greinilega eitthvað sem átt að smyrja á árásana gegn Arnari á RÚV
að geta sagt að ég hafi verið bæði hirtur á lögreglu og fjarlæður á skólalóð og að það væri búið að kæra mig fyrir brot á barnaverndalögum. Þannig að það er þessi hugrenningatengst sem ég er búin að halda fram að sé verið að reyna að skapa sem er hérna mótivið á bakvið þetta. Já, þetta er svona ákveðin misnótkun á opinberum stofnunum. Þú fer síðan hérna, þú varst núna... Mér langar að skjóta einu bara svona, það er það að bara svo að sé á hreinu að þá viðurkenndi RÚV upp á sig að þetta hafi ekki verið rétt hjá þeim. Þeir leiðréttu þetta á mjög óljósum stað. Þeir viðurkendu að þeir hefðu haft þið fyrir rangri sök. Mér finnst það bara mikilvægt að það komi fram. Já, ok, þannig að það kemur fram og RÚV viðurkennar að það hafði þið fyrir rangri sök. Já. Ok, það er náttúrulega gott að það hafi komið fram, en hins vegar að þá séður ekki skaðabóta skildir að þeir eru að vitna í rauninni rangfærslu einhvers annars. Já. Gott og vel, en svo var konanafni Julie Bindel heimsókn hérna. Já. Einmitt. Hún er eins og því. Ég væri til í að ræða það í öðru samhengi betur og eftir með Julie. Ok. Og það er svona stærri umræða sem ég langar að taka í kringu það nefnilega. Ok. Og er með það svona í huga. Ég var að spá í hvort að hérna einmitt, þetta er búið að vera svolítið þannig með heldur að ef þú segir okkur aðeins sögunni hvað gerðist núna fyrir stuttu, þú hefur samband þarna við Lips of TikTok vegna sögunarnas Alex, við svissum yfir í ensku hérna eftir smástund, ég vona það tröfli fólk ekki mikið. Nei, Alex er ágætur á íslensku en hann valdi sjálfur að fara og taka þetta á ensku. Já, sko, og hvað, segðu okkur bara, þú veist, við förum í söguna hans eftir smá, hvað gerist, hvaða flétta byrjar þarna í kjölfarið, þetta fór í heimsfréttirnar? Þetta er náttúrulega ekkert vola flókin flétta þannig, sko, ég og Kaja sem er á bakvið Lips of TikTok, við höfum nú þekkst í rúmt ára núna og ég er búinn að deila reglulega hérna söfnun Alex á X og fleiri miðlum til þess að vekja bæði athygli á máli Alex og náttúrulega hjálpa honum að standa straum af þessum kostnaði. Alex er náttúrulega í viðkvæmari stöðu en kannski flestir feður á Íslandi fyrir það sem hann er á erlendu bergi brotinn og er kannski ekki með jafn öflugt tengslanett á bakvið sig á Íslandi og þeir sem eru innfættir. Þannig að þá þurfa kannski fleiri að hlaupa undir bakka og kannski hraðar. Og ég var nú bara að deila hérna söfnuninni þarna aftur og bara hugsaði með mér nei, ég ætla að taka smá engarhring og sendi hérna á Graham Linehan, sendi á Kaju sem er Lips of TikTok, sendi á James Dreyfus sem er leikari í Bretlandi, var í Doctor Who lengi. Og já, bara svona nokkra, bara, ég ætla ekki að name droppa hérna forever, en ég sendi á ýmsa aðila og Kaja hafði bara samband við mig strax. Hann segir þetta er mjög áhugavert því að það er því miður ennþá mjög sjálfgæft að feður eru tilbúinir að stíga fram og hérna fronta þessi mál í almannarýminu. Þannig að hún vildi fá viðtal við Alex. Og þá vissi ég að ég veit alveg hver ég lesa Lips of TikTok. Þú veist, Elon Musk les Lips of TikTok. J.D. Vance les Lips of TikTok. Donald Trump les Lips of TikTok. Og þú veist, og fleiri. Matthew Walsh, alls konar fólk les Lips of TikTok. Bara hægri vangurinn basically. Já, og líka vitandi það að Elon Musk hann er með járn í eldinum þarna. Þú veist, hann er búinn að missa son í þetta köld. Hann er dedicated þarna. Þannig að ég vissi alveg að þetta myndi fara þennan farveg og það er bara frábært og ég er bara ánægður með það. Það sem gerist er það að þetta fer inn á Lips of TikTok og Elon Musk að hann tweetar þarna og segir að Vogue-vírusin er meira þess að búin að ná Íslandi nema það sem Elon Musk veit ekki en hann mun væntanlega komast að mjög fljótlega því ég veit hann les líka Julie Bindel að það er að Ísland er sko númer 1 á listunum. Þú veist,
Kanada er í öðru sæti hjá okkur og Ástralía er þriðja og við köllum Kanada Tranada og það er ástæða fyrir því. Hvað meinar nummer 1 á listanum? Hvaða lista er þetta? Við erum, þetta er nú kannski svona inside joke eða inside grín, hérna innan á skrín fyrir okkur sem erum hérna gender critical og erum í þessum aktivisma og í þessum fræðum á hinum megin við borðið. Við höfum verið að bera saman réttindaskerðingu sérstaklega kvenna og barna í hinum á þessum löndum og hvernig aðstæður eru að bara að díla við stjórnsýsluna og annað því líkt og Kanada hefur verið að verma efsta sætið og Ástralía nummer 2 en ég hef alltaf haldið því, eða ekki alltaf, ég hef haldið því fram svona síðastliðin 3-5 ára að Ísland væri verð statt heldur en Ástralía og Kanada. Núna er ég bara búin að fá það staðfest og núna eru fleiri fræðimenn á leiðinni hingað og hérna sem ég ætla ekki að nefna en það er ýmislegt í pípunum og blaðamenn það er ýmislegt í pípunum og hérna því að í raun og veru erum við að horfa á stjórnsýslu á Íslandi sem er í raun og veru hrunin þú veist, það er í raun og veru ekki hægt að díla almennilega við hana, það eru allt og margir varðhundar og mjög margir landirhundar líka En allavega við förum kannski í málið hans Alexander og so Alexander, you had a custody dispute over a what can I call it, a transition or Well, good evening, and Good evening. thank you for having me. You're welcome. First of all, the custody dispute. Maybe we should start somewhere else. What about how you came to Iceland? If you just go over your story a little bit, and you know. Yeah, sure. It's been 25 years that I'm living here, so sorry if I'm not speaking Icelandic. That's fine. I came here for the fly fishing. I was in the rivers, All right. fishing salmon, and then I stayed. The tourism in 21 it wasn't existing, so No, it was COVID. Yeah. I mean it was a different life. Iceland was different. Then yeah, I saw the potential. I stayed here. I had the restaurant, kept working in different hotels and so on. What else? Well, you become a father at some point. 11 years ago. Yeah. So that was also part of my story. Yeah. And you go through probably then a separation. And the separation was messy. We separated when my son was 5 years old. All right. But we could get an agreement. And in the beginning it was more or less okay, co-parenting. I mean, every parent will understand separations are never easy. And then it depends the efforts each side put in. But at what point did the co-parenting start to go wrong? Then it started to go wrong right when he was 7. And I will always remember this. This was just before Christmas. And I got an email after his birthday, actually. And they went to a party, and my boy, he likes to disguise. He liked to, I mean, today he's disguising as a fox or a Minecraft or something like this. That's really his thing. But at that time, he wanted to be a princess or whatever. And that's a common thing in Iceland. I mean, kids, they do all the... And but the day after, I remember this email from my ex telling me that there was a coming out. And I'm like, coming out of what, you know? Yeah, with my family, this and that. So I wasn't even, part of it. And I got this in an email and reading and like, I mean, I understand what coming outs are and with the gay community and... But at 7 years old and a kid, I'm like, what is this? Yeah, it sounds
pretty Bizarre. yeah, bizarre at that point, you know. Yeah. I mean, a bit extreme. I will understand the curiosity of the kid and the thing like this, but right away I had to travel back to France to see my family for Christmas, like I said. Yeah. Dressed up with braids in the hair, and I'm like, oh my God. And yeah, my family play along also. I mean, my mother was like, oh yeah, we're gonna keep doing you braids, and I mean, that's okay. I mean, Yeah. people in Jamaica have rastas, and you know, so Fair enough. that far. But we kept very neutral. It's like we go to a shop, and do you like the electronic games or do you like the dolls? This was kind of like, you know, and you could see the kid was like, oh yeah, I want a Pikachu hat and something like that. But then it got more deeper. I got a bit at that point worried, of course. I knew there was something wrong. And the kid, he was already diagnosed with ADHD at that time, and I mean, he was me, like I was younger. Energetic boy. Yeah, and French. So I'm Yeah. not French, Did you unfortunately. perhaps- So Did you do this as a kid? Did you dress up? as a kid, if I dressed up, I had many carnivals, but never as a girl. All right. This was, I mean, I'm born in the 70s, so Yeah. It's a different time, but yeah, very non-political stuff. yeah. Pirate and Indian, and you know. Yeah. I dressed up as a girl. Wow, shocker. Yeah. Well, that's because I had a sister who was 1 year older than me, so I got a bit jealous when she was put in a dress. But hey ho. Wow. Right. Anyway, so But Yeah. at what point did you start to get worried? You know, was there? Did you think there was some sort of the kid was being pushed? yeah, there was something like this. Not maybe pushed, but he was happy to. I mean, we in therapy for kids we don't call it attention, but he was happy to get maybe the love of his mom, or maybe the fear, you know, of losing the mom's love or something. And kids at that age, they blame themselves a lot, you know. There's a lot of things going on, and they don't want to add in a separation like it was. I don't know. Those are the things today that I can think back, and also I've been educating myself. And I don't know. The pressure came, I think, to me. Pressure, or what you call it today. I just learned this recently. Grooming. Yeah. Sorry. Yeah. And this makes totally sense, and we're gonna come with this later. But what I got word is like when he turned 8, because he's born in December. So coming back from the Christmas and all this, I got involved to getting a therapist. I want already to something happening. Like I mean, there's something wrong. This is like, and you could see there's always something like more than ADHD. Yeah. And then later on, last year, he got diagnosed with autism spectrum. So Yeah. so maybe a so looking back, it makes all Yeah. sense. Yeah. But right that year, no therapist, nothing, and always a kind of everything I've done and I tried, and I even called Barnevant, and I had meetings with Barnevant, and Yeah. Department. Yeah. and they made like psychology to follow the kid and stuff like this. So they're very well aware. I spoke with them, and they spoke back to me, and all good. And the teachers the same thing. But then it came out with a change of name. They already. I mean, my kid is super imaginative. Like autism is also one, but I mean, it's the age, and that's a good thing. I don't think we need to. ADHD usually causes like you to be super creative. Yeah, but that's great. I don't see nothing wrong with that. No, I have ADHD. Well, mine might be super high.
and but I use it in the right way. I think not always. Wow. I've been immature, so. And so, But when the things got a bit more, your kid takes up a girl's name, a feminine name. Yeah, You don't have to say the name. Yeah, I think that would let's be- not oh. let's yeah, not no, do that. no, I will Absolutely not. not. Do that. So he took that, and then then the push started. Mhm. Then the school sent me an email. Do you want to change the name officially? Well, they couldn't do it nationally, but Mhm. they wanted to do in school. And I'm like, no, at this point, I mean, Why would the school do it if it's not possible nationally? Is it like, is this a two-tier system? it's mentor. You can do this. That's what they Yeah, explain well, here. this is what they've always been saying, that it's not happening, but it keeps happening. So you have schools and kindergartens even starting socially transitioning children without any medical intervention. Mm. And what I'm also seeing throughout is there seems to be just affirmation. There's no pushback. These children are never asked, why Helgi? Why do you think you are a girl? Mhm. What does it mean to feel like a girl? Mm. And obviously these are kids, but the adults should also be aware, and they are aware. It's just ideologically driven that when a boy is saying, "Oh, I would rather be in pink dress," or "I would rather play with the girls. It's more fun to play being snoo and jumping in Paris than doing something else." That doesn't mean that you are a girl. It just means that you like to do these things, But the pushback is not happening. They are just being affirmed. So if they say that they are something, teachers and the pedagogic staff, there just seems to be affirmation only. Mm-hmm. And So in your opinion, and if somebody claims to be a different sex than they were at birth, yeah, then you think the initial response should be affirmation. to push a Well, little bit of course back it should be pushed back. We Yeah. need to and establish. see if it's persistent. Yes. And then you would probably deal with it in a different way. It would That's be persistent over a long period of time. Yes. Yeah. Yes, but the thing is, I think the pushback here seems to be completely absent. And now, Are you aware of any, challenges or I want pushback? I want to add one thing about the schools here. There was a news article not long ago taken off, quoting text from the Reykjavik at least. I don't know if this is valid in schools outside of Reykjavik, but schools are not obligated. They can actually do this without the parents' knowledge. that's correct. If it's deemed that the parents are hostile towards this, you can actually do this without the parents even being notified. They can start this process fully in school, Without and the consent. parents, Yeah. without any consent from either parent. Yeah, This is nuts. that does not come from the law of sex or gender autonomy of 2019. It comes with Farsældarlög barna, so the Well-being Act. So, and this is what I uncovered when I went to one of Samtökin 78. We could call it a parents' information meeting about X, Y, and Z on this topic. There we were presented with a slide. So if a children under the age of 15 wants to change their gender or sex marker, they can with parental consent. However, if the parent does not consent, then the child can seek help from interests organizations such as Trans Iceland or Samtökin 78 or with a teacher. And then there is this Farsældarráð in the municipality, in Sveitarfélaginu, that will then make a decision and potentially override the parents' refusal. Yeah, so but the parent, they have to talk to the parents first, and they have to refuse. Yes. And then they can overturn that, Yeah. basically. Yeah. Yeah. But the thing is, I don't think every teachers agree with this.
I mean, I had the feeling, and I spoke with some teachers, they don't agree with that, but everybody's scared. There is some kind of power over this, and everybody just shut up and keep doing. There is a lot of fear and cowardice everywhere in the system, and this is what we can talk about when we talk about the visit with Julie Bindel, because that is what happened throughout our visits and our meetings. It was Let's get back to that in a short while. Yeah. And let's finish your story. So he's at 8 years old. That's where we were at. At 8, that Yeah, was you just that. come home from France. That was that year that everything started to be really weird, like extreme, all in. Right that summer, I met my family in Portugal, and I met my grandma. That's an example. I still have a grandma alive, 96. Congratulations. And, thank you. And I remember the conversation. He was explaining my grandma the sexual transition, the operations, everything. And my grandma, I mean, you can see 94, she was Alex. Was your son explaining the procedures? To my grandma. Wow. Wow. And my grandma look at me with that eye. She's like, At 8 years old. at 8 years old, yeah, that's Yeah. correct. How the hell did he know about that? Well, that's the thing. I wasn't really aware of what was going on until the trial started, because then she sued me for the custody. Then it started. So at 8 years old, she sues you for the custody. Yeah, about it was 8 or 9 maybe. It was in the spring, I think, or something like this. And in the beginning, it was for all kind of violence, terrorism. I mean, I was a guy from Al Qaeda, practically. Okay. But okay, moving on. So I tried to defend how I could, and I was very probably naive. I really trust my kid to the mom and to the system, to the authorities. I never thought to find out this amplitude. This was crazy. So already at that time, I think he did went to Samtykken or another organization, something dark for sure, to get a good, explanations or. Yeah. But the thing is, at that time, he was also going to the church school. That was first days, and I also took myself and everything. So and at some point, it was like, oh no, it's not. Don't pick him up. I take him this and that, and later on, I learned that there was meetings or youth. I don't know exactly what this is for. Some sort of a social event. Yeah, for kids of this age, and that's why. With a church. No, not the church. No. Then it was somewhere else that I was totally left in the dark because Okay. I wasn't informed. But where was he at that point? Was it? Was it the youth events at the Samtykken in 78? Yeah, or- probably, yeah. or something like this, or the town. I mean, the way I was informed, there was like, oh no, it's a youth thing for is autism and social abilities. Yeah, okay. That's what it was told to me. Yeah, but it doesn't seem to have been. It seems that you haven't been told the truth. That's what you're saying. I discovered all this last year because I had an evaluator for the judgment, and during that time he was telling me, "Do you know this and this and that?" And I'm like, "No," but then everything made sense looking back. This has been like for 2 years before. So to clarify, when you thought he was doing some social time, maybe at church or whatever, Correct. He seems to have been meeting up with Correct. some activities, maybe trans activities, and children that maybe see themselves as trans as well. And that was without your knowledge. I learned this last year, and then I confront him also. It's really hard to talk to him, and he gets
actually, I saw a lot of documentaries in France about cults, and the reaction of my kid is like he's in a cult because he blocks himself. This kind of things is being taught. Someone told him you can't talk anything or what's going on there, and he gets in a corner, and you can see his mind is suffering. He wants to tell me something and he can't. Obviously, the trust is in the mom, and that's normal. Moms take a big place in the life of kids. I mean, that's obvious. How a 10 years old kid can go against his mom. Any parent can understand this. Yeah. So, but what I blame here, it's what is the state doing? Where are we going? It's like we trust our kids, and is this like I don't know. This is, Well, you should also be able to trust the institutions and the educational institutions that are taking care of your child. But this is Absolutely. interesting. So during this dispute, there are a number of things that I've been told. We had a conversation before this interview, and there were a number of things that happened in court. It was, for example, it was brought about that his estrogen levels were abnormally high. that was a The normal range is within 30 picomoles, if I remember correctly, per liter. And he was being measured consistently in a few blood tests at Landspítalinn from about 49 to 50 something, which is abnormally high. And at the same time, it's confirmed that he had not entered puberty. And if it would be naturally, you would see signs from other indicators and markers, other hormones. But let's call them hormonal doctors, they said this has to be coming from something else. And at that point, that's what they said. Yeah. yeah. And I remember when I learned this, I was sick. I was fucking sick, man. And so what they initially talk about is that this might be a contamination from a estrogen gel, perhaps, or something, and it seems that she had it prescribed for quite some time, and that's what they were afraid about. And then it turns out that they sent a blood sample to a clinic that usually doesn't do blood sample for kids, because this is in extremely small amounts. It's in picomoles, so it's like a seriously small number. It's like 10 in minus 12th, and if I recall correctly, and it has to have like a very specific calibration. It has to be very specific equipment, and not all clinics have that, or laboratories have that type of equipment. So there is a reading that is lower than the consistent measurements of Landspítalinn. And that is used in the trial to throw out basically also almost a confirmation that he was getting estradiol without Prescription. consent of a doctor or approval or a prescription. And weirdly, that struck me a bit. That got me thinking like, wow, okay, so you can administer drugs to children that can affect their puberty and brain and behavior. Change behavior patterns as well. And that is not considered enough here in Iceland to take custody away from a parent if you're drugging your child. No. Although that's, I don't know for certain that she was, I want to tell that, but with consistent blood tests and no other explanation, It is very, very strange. It is very interesting because And her having literally a cream of estradiol At home, yeah. it is very at home. It is very interesting also because in April last year, a judgment in a very, very similar case to Alex's fell in Australia, and that was obviously mother that was suspected of
being way ahead of the child in the transition. But that's also in the court case. That's also in the court case here. That's the estimation of the Yes. psychiatrist. Yes, that the mother is far ahead. and she is In the driving it. transition, yeah, and And that she's- he didn't really have much interest in it, if I recall correctly. That's correct. And in the court child, that documents, is, didn't have much in the court interest in it. documents here in Iceland, they specifically say the mother seems to be way ahead of the child in transitioning that child. That was the case in Australia as well. But the benefit of the child in Australia was to be pulled back from the mother, so the custody was given to the father. So the child could have as natural development as possible. But in Iceland, they've given the custody to the mother, who is way ahead of the child in the transitioning, and wanting to halt natural development of the child by putting it on puberty blockers, which is very, very unsafe. But as an interviewer, I will have to play devil's advocate here. But I mean, he seems to have interest in feminine stuff, and That's what he says, he yeah. is explaining at 8 years old to his grandma how gender surgery is performed, literally. Does he read well? Is he Yeah, extremely well. Yeah. extremely well? So he could look this information up himself. Do you find that No, possible? he told myself that he learned this from the youth or whatever. Yeah, the party that he seemed to be. I even like in the beginning when they want to change the name, or we had meetings with teachers like continuously. I asked. So he is being indoctrinated there about these gender transitioning surgeries, Well, and he tells you that in person. probably I can't. He told me when I found out everything. I told him, listen, I heard this and this and this, and that's when I asked him also about the estrogen, and he doesn't know nothing about estrogen, obviously. But I had suspicions back to that time. My family too. My mom. When did the suspicions start? Well, exactly in that summer, like my mom, when she saw him in the beach, and it's like, okay, there's something weird. I mean, I came from my mom, so she's used to have a kid, you know. And my aunt also, they said this is something weird here going on. What is it specifically that they found to be weird? Well, the development of the sex is to one thing. Then like anomaly rashes, like around. Which, And when does that start? How old is he when this starts? this was 8, 8, yeah. and then I had it again 9, and then when suspiciously when everything started, like at 10, things stopped. But then there's a doctor that wants to do a hormonal blood test because they had suspicions that the estrogen was abnormally high. But that I don't know where it comes from. Is that the doctor or the mom? That seems to be the doctor in the court case, if I recall correctly. Yeah, well, that because they said there was only 2 possibilities here, that either someone is administering estradiol, Yeah. or He has cancer. or he has cancer. And they eliminated the possibility that he had cancer. Yeah. Yeah. Well, that's actually me that I pushed it, because when I saw the first, thanks to my lawyer, I wasn't informed about medical visits or for all the years since he's 5, and all of a sudden He was completely kept in the dark from this process. everything. I mean, even random checks or everything. So all of a sudden, I got a report of 5 years of doctors. You know what you get when you go to the clinic. They write a little thing, and I was shocked again, another. But you had shared custody, right? That's correct. Yeah. But you had no idea. I mean, I trust. I mean, nobody had told you. That's what I mean. That's the thing. Yeah. And, Wow. And then I saw continuously no doctor asking, like you were mentioning before, nobody questioned nothing.
come in. Oh, this is my girl now. Yeah. And they're like, hi, okay, it's a That's girl. very weird co-parenting. It was very well. I mean, it's Co-parenting. obviously not co-parenting. Yeah, the co-parenting is one thing, you know, that she is keeping him in the dark with certain things, but Well, not just her. I would say all the system. yes, but I feel that the state really failed that's, that kid. that's exactly where I was I agree. getting to. Reading all the medical history, seeing that no psychiatrist, no psychologist, no healthcare worker did any form of pushback. It was affirmation, affirmation, affirmation. Now, what is chilling to me as a parent, that if you have shared custody, that one parent Well, can some- take a child yeah, through and the medical something system, something so and the significant. father is never, made aware that this is being done. Is He's taking only place. he's only made aware when they want to make these changes permanent, and that's where he becomes the obstacle in the way, and that's where the custody battle starts. Because when he doesn't give his seal of Correct. approval on changing name, changing sex marker, that's where she launches the case Against him. him. And I checked on Íslendingabók yesterday, because now Alex doesn't have access to medical records or any school information or anything, because he doesn't have the legal custody anymore. So I checked on Íslendingabók yesterday and put his son's name, female name, in Íslendingabók, found him. So that shows me that also you can see the sex marker in Íslendingabók. It's either a red dot or a green dot, all depending on whether you're male or female. And the child is now registered female with the National Registry. So she wasn't mucking about after the judgment in December, because the sex marker has That's already scandalous. been changed. That's scandalous. I was trying to explain this to my mom. This in France, it could never happen. Okay. Even if a parent don't have the sole custody, you can't change sexes like this. I looked, I looked it up actually when he told me today. Even if he doesn't have even if he doesn't have shared custody in France, his birthright to the child as being the biological father is still enough for him to stop legal sex. But Change in what the kind of But this is strange, right? I mean, for me, it would be harder for me to get the Icelandic citizenship, even though it's okay, I don't need it. I have enough. And I've been 25 years, I don't think I have. But you're a European citizen, so it doesn't really matter. yeah. But like I was saying, it would be harder for me to get Icelandic than changing sex. Where in the world this is? I mean, this is crazy, man. Yeah. But he's still a boy in the French system. I assume. Yeah, that but he- what happens now? Is there some sort of a hormonal therapy that he will receive at the hospital in Iceland, or what is like? Is there a standard protocol here? I Well, don't know. That's why I'm asking. This is going to be a massive Before problem now. before we go ahead with this question, before you answer it, I want to just point out to anyone watching that Alex was also deemed qualified as a parent, but because of the differences about the transition, it was ruled. Am I correct that there was you could not get to an agreement about the transition period? Irreconcilable differences. Irreconcilable. Yeah. The differences, and that is why she was given sole custody. You were actually ruled an equally fit parent. Am I correct in this? No, that's By the court? that's correct. That's correct. But I Yeah. don't I just wanted to point that out. So the transitioning process is the only thing that you were really, That's the only thing. That's the only that thing you I were object. battling about. I object to the name, but I don't think that. I think we should talk about the judgment, because I needed a full night or a day to understand what the judge happened. Okay. And
I think these people are just corrupted. They're backing up other colleagues of the town or the state or whatever. They know each other. You can't say this was a fair trial. Yes, I want you to jump in and tell us about the court or the court court proceedings because it really sounds like a kangaroo court scenario. Okay. Yeah, I don't know about this term actually, and Please elaborate about that. How was it a kangaroo court? How would you explain it to the audience? So a kangaroo court scenario is where you go to court where you have so the court has already made the decision of the outcome. So the process is just a tick box exercise. It's a formality. It's just a formality. that's exactly what I felt. It was a charade, man. A charade. I look at them and I'm like, Closer to the microphone. I'm sorry, it's I'm fine. not used to I this. could hear you. I was a bit. I stayed, like I said, one night to think about this. It was like, what happened? What is this? It's like there was. How can I say this? They were so in rush to wrap this out, or wrap it this in. up. Yeah. Wrap it up, yeah. It's like there was doubt. They didn't even understood really well about the tests and the estrogen, and they had to wait the specialist that came on oath to talk about this and all that. That was via telephone link, wasn't it? Yeah. And then they were rushing your witnesses. They rushed all my witnesses because they had like, okay, listen, para klukkan 10. Yeah. So the endocrinologist will be on the phone at 10 o'clock. So we need to speed up all the skýrslutökur of the other witnesses before she would be coming on the phone. So they were rushed through instead of just saying the endocrinologist, can call in and then we'll resume, the witnesses from before, which would be the normal procedure. But not just that. If you had doubts, if you are not, let's say you don't understand enough the subject, or not competent to this, why rushing? This is a kid's future in play here, right? I mean, are you a professional? So you say, hold on, we need more time, or we need another specialist to explain this. I think it is important for the case to understand if the estrogen was very high, way above the normal range, that should be confirmed somehow. Yeah, they actually sent samples to Sweden, but they got lost. So, in my opinion, I would think that you have to resend some samples, preferably from the time when the levels were measured repeatedly very high. And it's a strange thing to throw out repeated blood samples that are consistently between 49 and 51, if I recall correctly, because it shows that the calibration and the blood tests seem to be done very well. And then there is one laboratory that has probably, in all likelihood, insufficient equipment to measure this small amount of substance. And they use that to disqualify the good measurements. It's kind of like trying to measure nanometers with, it's like with a ruler. With a ruler, yeah, or like you have a kitchen scale trying to measure milligrams. It's impossible. You can't do it. It only measures like 0.1 gram, but a milligram is 0.001. So if you don't have the right equipment, you can't reach the right, correct conclusions. Yeah. So that was very strange to me, at least. Það einhver að ringja, þú voru bara að taka þetta, eða ekki? Þetta mamma. But anyway, I thought it was, I would agree with you that it's very strange for the court not to find that this is very important to know. Yeah, and many things. I mean, I'll tell you how the court started. Hi, blessaður, góðan daginn, everybody stand up, blah, blah, said, the session is not open yet. 3 judges.
We saw your kid, very bright boy. But in the beginning, we have a message to pass on that he wanted to tell you. Excuse me? Okay. Yeah, your boy wants you to call the feminine name. And I'm like, what is going on here, man? The judges told you this? The judge just told me this before the session opened. And I'm like, and I had to digest this, and I told to my lawyer the day after, is this something normal? I mean, you had any parent who has a 10 years old kid, It's emotional blackmail, if you ask me. I mean, a girl or a boy, to a stranger will say, I'm like, how can't a professional see that he wasn't coached? And why would they do this? So right away, I'm like, what's happening here? So in your opinion, is the mother grooming the kid to Well- ask for a feminine name, and and then the kid asks the judge for it, and then he gives you the Well, message? something is at least. Ah. I don't know which one is, but you know, But has it been your opinion and your like conviction from the start that this has been some sort of a grooming thing? Or do you think it comes somewhat as a conviction from the boy? definitely, definitely, there's some influence. Not the fact, maybe not that is pushed, but is happy to be there, to be different. He's autistic, so they are different. They want to be a cat, or you know, they want to feel the safety. They want to. Okay, this is changes. The name is changing, so you know. I think that's what it is. But I mean, as a guardians, as a parents, we should also be there to protect them and show them the life is different and not exactly what they're thinking. Yes, yes. And that was my word since the beginning. It was always about the kid, never against the kid, like I've been hearing. So you think, so basically your position is that you want to do whatever is best for the kid. Absolutely, Yeah. always. And so if you would be convinced that he actually wanted to go through a transition period, that would be fine with you if you were convinced that it was actually him asking for it. If he went to see all the therapists and he made all the work, not just a guru land and whatever doctor. Basically neutral people, not somebody Neutral. on... And I said that clearly in the court. I will be the neutral parent. But okay, also I would. That's pretty reasonable. to Yes, me. of course. But for example, let's say hypothetically, if your son came at the age of 15 and 16 and said, "Dad, I'm gay," you wouldn't have any problems with that. Well, I mean, I'm come from France. It's just But it's gay there. Yeah, just No. I was in France this summer. The a lot thing of is, gay people. I just, the thing is, It's a beautiful country, and- I just wanted to, really popular there. I just wanted to raise that question so also the viewers understand that we're not dealing with a homophobic parent either, Yeah. or a parent that is driven by sort of some sort of phobia or queer phobia. No. So we can rule that one out. But it is my personal opinion that a lot of this is actually driven from the other side by homophobia. This is, I am completely convinced that if children like your son are left to their own devices and they are allowed to go through natural development, and your son also being autistic and having ADHD, it would be highly likely that he would grow into an adult homosexual man. I mean, most and of the and this- children that actually get this idea that they're of another sex, Yes, overwhelming majority seem to be gay. yes, So if it was a boy that thought he was a girl, over 80% Yes. end up as this gay man. yes. And they don't go through
the transition to any point. Yeah. So We have peer-reviewed studies Exactly. that indicate that I thought between so, 75 and 95% of these male children yeah. will come into adulthood as homosexual men. So in your opinion, it's kind of like an attack on homosexual men that saying that you're of another sex is being affirmed instead of, Yes. questioning it, at Yes. least in the beginning. Yes, Yeah. I would. And unfortunately, in some areas of society, it is more acceptable to have a transgender daughter than a homosexual son. Look at, for example, Iran, with the clergy there. Iran is the country, hopefully not anymore, but it has been the country performing most sex change operations on men, on homosexual men, because the choice is hanging or transition. So what do you do? I didn't know that. Yeah, and then you also have, let's say ultra-religious groups in the Western world that would rather accept a transgender daughter rather than a homosexual son. Wow. So, I would want like to reiterate here, just for the audience and everyone who will be watching at any time later, that it was stated by an expert in the court documents that they believed that the mother, I know you said it earlier, I just want to reiterate it, that they believed that the mother was further ahead in the process than the child itself. Yeah. This seems very weird. that's correct. I also want to point out there's a comment. We will go into the comments in a bit. I just wanted to finish the subject before we do. Yeah. But there's a particular comment here that says it's very unusual that the judge asked you to use the name of the child in a way that supported the case of the other parent. It's I actually a fair didn't think thing about to this say, until yeah. I saw that. Yeah. Before a case like this, that seems a very weird thing to do. I didn't get this. So there's a viewer out there who says it's quite bizarre for a judge asking you to use a name which the mother and the child are telling you to use. Yeah, what he's saying is that Because it shows you a bias. exactly, it's of a the- bias. It's a bias of well, the that's judge. something I've Definitely a bias. always been saying. Yeah. And also they, after the reset, like we had a break. Recess, yeah. Yeah, the recess, sorry. And they came back and stand up and everything. And they tried to make a deal, a mediation right there. Oh, and what was Like that we all went already through oath and spoke and all our witness and everything. And they could see we were in a stalking point, and they were like, "Okay, you don't want to make a deal," and like out of record. And my lawyer was starting to talk, and I could get it. I could understand. He was telling really strict, like straight to the lawyer, like, well, the best deal we can get here is to stick or to make puberty blockers by 16. So he was trying to do that. If you want, take it or leave it. And they were like, no, the name plus, and I'm like, So okay. they want to give the child puberty blockers before he reaches an age of consent. Yeah. It would be immediately now. But my lawyer was trying to. So the final deal was that. It's like, if you want, we make a deal. I accept the name, the change of name, but we leave puberty blockers at 16. No. And I'm like, okay. Then I look at the lawyer, and I was starting to be like, can I talk to them? Can I, Can I ask you something? Where did you get the number 16? Why did you want to wait until the age of 16? What made you? Well, at least the teenage will have started. I mean, he's pre-teenage. You can feel that. He's starting to be a teen, like the kids today, with an attitude and all. He needs to explore. If he's going to be a gay man or not, I mean, he needs to explore that. He needs to feel his sexuality. He needs to develop that. He needs to see
how you say, the tastes go so fast Yeah. at this age. Like 3 years ago, he loved to have pink. Yeah. And he got boots in pink and everything. Today he tell, oh, Daddy, I love gray. And I'm like, what? Well, let me ask you one thing, because you're pretty familiar with the legislation here. Is it legal to interfere with puberty of children in Iceland with the consent of a parent? Without the With consent. With the consent. consent. Unfortunately, it seems to be. But they have abandoned this in quite a few countries Yes, already. and this is what is so tremendously scary. In what countries have they about- abandoned this policy? It's, well, in most civilized countries now. Please mention a few. Denmark, Norway, Sweden, the United Kingdom, Finland was the first, and I actually know the Dr. Rita Kertukaltiala. And so this is And- this. And why is this policy being abandoned? Because these drugs are unsafe. We don't know the long-term consequences of administering these drugs. They are causing problems with bone density. They also halt the front cortex development, especially with boys. And I don't want to become too graphic, but I think it's very important that we give the audience and everyone a clear transparency into what happens when you have a 10 or 11-year-old boy who has not reached Tanner stage 2 or is just about to reach Tanner stage 2. What's Tanner stage? Tanner stage is how far you are into puberty. All right. We have a male child that doesn't have a fully developed penis, right? So if you hold puberty for someone who hasn't really developed penis, you end up with a man or a young adult with a micro penis. Yeah. And the micro penis, And reduce the secondary sexual characteristics. yes, it will, yes, but our experience and all studies, they lead to that 99.9% of children being put on puberty blockers will then go over to cross-sex hormones. But in a male child's case, when they go through sexual reassignment surgery, as they call them, in this case, a vaginoplasty, which is nothing but a castration and then inversion of the penis to make a neovagina. And you only need to use your common sense that if the child or if that young adult only has a micro penis, they will have a completely dysfunctional neovagina that has no depth and no function. All right, let's not get too far into that. I'm pretty sure it's pretty difficult to listen to. Yeah. Sorry. And according to what I've read, it seems to be that a lot of these changes with the puberty blocker seems to be irreversible. They are irreversible. And the claim that they are reversible seems to have been refuted. Many times, but activist organizations... That's one of the main reasons why this policy is being abandoned in all the countries you've already mentioned. Activist organizations in Iceland in particular, they don't seem to listen. The health authorities here don't seem to want to take note. They're always like 5 to 10 years behind, aren't they? Exactly, but what is also going on is now Landspítalinn has hired the president of WPATH here as head of transgender medicine. So you have highly ideologically driven people running the healthcare, I call it butchery, here in Iceland. Well, and not funny, but the specialist, she said on oath that my lawyer asked about the blockers. She said, no, there's no problem. Yeah. I do it all the time. There's hundreds of kids, and which is really scary. And Hundreds of kids, she said. I was like, In what? Iceland? Yes. What's going on? What's going on? And she's like, and then I didn't know as much as you're telling today, and I had to research that. And He is like a shadow specialist. But yeah, Jón, do you have any questions? Do you think we should wrap this up, or? I'm very curious, Alex. Sure.
what problems have you run into with the system? Have you found any support for your cause, or do you feel like you're coming to the people that are supposed to protect you and your son in this case? They're always supposed to have the benefit of the doubt. Are you running into cases where it's closed door everywhere? As in, do you think that they are already on the side of the mother in this case, or? Yeah, absolutely. Absolutely. I think there is an agenda on, and the agenda is well kept, timingly wise. So this is no coincidence. And probably a big majority is doing it by fear, saying yes, yes, yes. Because, you know, a teacher will not, they have a lot of laws and rules and they have to follow. I understand that. But I think there is no chances for neutral professionals to speak out. So everybody's been silent, including me. And what happens next? Have you seen support for your case after like for example, Elon Musk retweeted the case? It got tens of millions of views. Yeah, I mean the GoFund was really good because before that I was very alone in this. I didn't understand nothing, and I thought I was just going crazy, full of doubts. Then I started to talk to other people, other parents, getting educated about this. And I think this saved me, really. Like, you know, instead of being in my corner and battling alone, I was about to quit on my kid, really. And maybe it will not give anything, but at least I'm speaking out, and I hope other parents listen, reach for people who knows about this, start to talk before it goes too far. I mean, this is just like a really bad movie, but it feels like a movie, but a really bad one. And the GoFund, of course, I'm out of money. Iceland courts cost a lot. So I spent all the money I have in the first trial, and part of the money of the GoFund will be for the second trial, and that was quite good. Can I just insert something here? Alex's GoFundMe, and maybe I should say it in Icelandic because I would really like to, langar að biðja áhorfendur að leggja sitt á mörkum að reyna að hjálpa Alex með söfnunina, því að það sem þarf að gerast áður en máli verið tekið fyrir í landsrétti, það er að þeir þurfa að fá nýjar greinagerð og nýtt mat frá sálfræðingum og geðlæknum, og það getur alveg kostað milli 3 og 5 milljónir króna. Og það þarf að gerast ASAP, þú veist, vegna þess að málið þetta náttúrulega forsjármál, þannig að lögfræðingur hans Alex reiknar fastlega með því að máli geti þess vegna fengið meðferð í júli, ágúst. Þannig að ef þeir vilja leggja fram nýtt mat, þá þarf það bara að gerast bara í raun og veru strax. Já, við vonum að fólk getur lagt þessu lið, en það getur séð það meðal annars á síðunni á Eldi, bæði væntanlega á X og Facebook. Bæði X og Facebook, og svo mun ég biðja Arnar, tæknimannin okkar, að setja link í descriptionið inn á YouTube. Já, í descriptionið hér, já. Ég ætla líka að setja inn í chatið bara eftir smá stund. Við ætlum að fara í bara kommentin eftir augnablik. Arnar ætla að senda mér ég er að fá mér þess að skilaboð frá honum í þessum töluðu, hann ætla að senda mér linkin bara og ég setja inn. So there's one thing that I would like to address, and in these custody battles, I don't know really how they are brought about, but in these trans process issues, when they become a custody battle, are the parents evaluated for psychiatric disease or personality disorders and stuff like that? How is it in your case? I was. You were, but what about your normally spouse? Both are. Yeah. It should be. This is the law, and it took quite a long time.
And it was very disturbing, of course, in the beginning. But yeah, this is the result. I don't know. It's just. Ok. Well, Hérna, At least ég ætla að they byrja should be. þig, Eldur, við ekki leiðilegt að gera þetta í beinni en ég er ekki að finna það, ekki, og þú getur sendt mér linkin á fundraise, GoFundMe, og ég set það inn í hérna hjá okkur og svo verður það inn í lýsingu þáttarins og við ætlum að setja það inn í grúpun okkar og aðtöku hvort einhver geti hérna Sjálfsögðu lagt Alex lið. Þetta er ömult mál og ég geti rétt ímyndað í hvað stöðu ég væri ef að ég væri hérna þyrfti að standa í þessu einn á Spáni, veist, bara sem dæmi sko, veist, ég væri alveg lost. Like you Þetta say in ekki French, en direct. bara oui, ja. en er þá ekki að víkja bara svona að öðrum málefnum? Við vippum okkur í kommentir hérna það, Já, og, svona, kommentir og fyrir. klárum þetta á því. Já. So we're going to go into the comments because it's a live show and he's going to read up the comments. But thank you for your story and thank you for your Thank you. time. Well, thank you for having me. That's Very welcome. thank you. And best of luck, Alex. We're going to read some of the comments. There are possibly a couple of questions here. I haven't looked them all over yet. And we have sorgleg staðreynd að fólk sem er í krísu og efins kyn sitt geta aðeins fengið hjálp til þess að breyta kyn en ekki hjálp til þess að leiðrétta þá hugsunarvillu. Já, þetta er áhugavert líka. Árni Árni Riss, hann segir ég myndi vilja fá tölur yfir hvað er að vera transa marga krakka undir 18 á Íslandi. Það verður mjög áhugavert að sjá það en við sjáum allavega að þessi kona talar. Ég á þau kökk til og ég man þau og þegar ég með þau í höfðinu. Hvað er það? Já. Sko það er 1 af hverju 200 börnum sem hafa fengið breytta kynskráningu hjá Þjóðskrá og þetta eru tölur sem ég fekk í apríli fyrra. Og ég ætla samt að segja mig fyrirvara að sko á Íslandi eru 80.000 börn og undir 18 ára aldri en í tölunum sem ég fekk frá Þjóðskrá eða Hagstofu í apríli fyrra þá var aðeins 1 barn undir 10 ára aldri sem var með breytta kynskráningu þannig að ég tók börnin 1-10 ára út úr breytunni og ákvæðsamst að fókusa á börnin þá frá 10 til 18 ára aldri og það eru 200 börn af 40.000 þannig að það er 1 af hverju 200 börnum sem er 0,5%. Er það ekki tvöfall hlutfall á við Bretland eða það er miklu hærra. Miklu hærra, já. Miklu hærra. Þetta er rosalegt. Og Það er svakalega tölur. Svo eru tölurnar sem ég fengi frá hérna Landspítala og landlækni, þar eru svona mjög út á suður. Morgunblaðið og ég, sko Morgunblaðið komi ágæta tölur sem ég hef verið að miða við líka sem ég fengi staðfestar frá landlækni og það var að síðasta áratug. Þannig erum við að tala áratuginn sem sagt frá 2013 til 22-23 þá erum við að tala 84 börn sem hafa farið í þessa vegferð að fá læknisfræðilegar sem sagt kynþroskablokkar og cross-sex hormóna og bla 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 og til samanbyrðar þá á sama tíma þá voru 354 börn sem voru sett í svona ferli í Danmörku sem þýðir það, kæru landsmenn, að með við höfðatölu þá erum við að transa 13 sinnum fleiri krakka heldur en Danir. Það er rosalega mikið. Það er svakalega. En að samaskapi þá vorum við líka að greina og dæla ADHD-lyfjum í íslenska drengi 13 sinnum meira með við höfðatölu og Svíar. Já. Hér kemur Justice for JC. Eldur, þú hefur lagt af. Brennir maður kalóriu að vera hataðasti maður Íslands að góða fólkinu? Kannski. Björnin segir okkar sá mikli meistari, okkar maður, góða kvöldi, herramenn, alltaf gott að fá okkur á skjáinn. Við fögnum því frá okkar manni. Holy Thunder King segir, já, hver er þessi Alessandri Roger? Já, hann er frakkinn sem hafi barnið sér tekið á hann því hann vildi ekki láta transa það. Svo segir hann að vera prinsessa er að valda ímyndun. Prinsessur eru oft sýndar með öll völd konungs eða drottningar en án neinnar ábyrgðar, þess vegna elska börn að leika prinsessur. Það er skemmtilega punktur. Já, áhugavert.
Þetta er það sem allar konur dreymir að vera. Láta bjarga sér. Ábyrðarlausur að láta bjarga sér. Hideous segir eldur prinsessa. Ég prinsessa, hvað að ykkur? Og Holy Thunder King segir aftur að við má vera smá samsærislegur að mínu mati algjörlega áætlað að það verið að trúna íslensk börn og eyðileggja líf þeirra með því að fylla það með eiturlegum og gera þau ófrjó. Það væri eitthvað að það myndi reynast. Mér finnst þetta óbúslega sorglegt máli í alla staði hvernig þessu málum háttað á Íslandi því að núna virðist að vera eins konar bara hvað maður kalla álög eða álög á íslenska þjóðu. Við þurfum alltaf að vera með eitthvað skandala varðandi börn. Við getum aldrei verið góð við börnin okkar. Síðast núna bakkakot og núna erum við með þetta, en málið það þetta transdót, þetta í beinni útsendingu og þetta eitthvað sem við getum gert við núna. Við þurfum ekki að skaða þessa krakka en við erum samt að ákveða að gera það. Já, það allavega margir sem vilja meina það að þessar aðgerðir þegar að lítið verið tilbaka séu svona framheila kukl okkar tíma sko. Þetta bara lobotomíur 21. aldarinnar. Fyrir þá sem að vita ekki hvað lobotomí þá það sem sagt þegar að læknar voru að reyna að lækna geðsjúkdóma með því að fara inn augbotnin sko og kroppa úr framheilanum með nál sem náttúrulega það verður heldur betur elst vel. Einmitt, og herðu á nota bene fólk róaði svolítið niður við þetta að vantaði stónum part í heilanum en nota bene, fyrst að við fórum og nefndum lobotomíunar þá var þetta klappað upp af mainstreams fjölmiðlum og læknasamfélaginu og sá sem fann þetta upp, ég man nú ekki hvað hann heitir í fljótu bræði, hann fekk Nóbelsverðlaun. Já, einmitt. Þannig Sælla minninga. Já. En já, ertu búin að taka kommentin, Jóni? Það eru nokkur eftir og Ding Dong Ba, okkar maður, hann segir ég kvartaði við farsaldalögum í skóla minna dóttur og hef fengið það samþykkt í skóla hennar að samtöngin 78 eða aðrir utanaðkomandi fái ekki að lesa yfir mínu barni. Og viðstödd fundin var maður frá Suður miðstöð skólastjóri deildastjóri. Frábært. Ína Stænke, okkar manneskja, hún segir the transitioning process trumps the right to have both parents in your life. That's what the custody decision shows. Mér langar að hrósa þessu foreldri sem tók að skara þarna í skólanum. Ég hvet íslenska foreldra til þess að vera meira aktífir að láta skóla yfirvöld heyra í sér og setja fæturna niður vegna þess að þessi innræting frá samtökunum 78 og öðrum hagsmuna félögum, hún hættir ekki fyrr en fólk segir nei. Já, maður allavega, mann finnst svona margt sérstakt að minnst kosti, þú veist að þú þarf samþykki ef að barnið þetta á að fara í kirkju sko og væntanlega á að fara í mosku líka, ég veit ekki, en þess að finnst maður svolítið skrítið að svo kannski önnur hugmyndafræði sé ekki háð samþykki sko, að því að þetta virðist vera umdeilt þeirra svona málstæður sá að það sé verið þarna að fræða, við vorum nú með mann sem var mikið fyrir fræðslu og mér finnst alveg frábært að það sé til fræðsla en mér finnst munur á fræðslu og innrætingu. Algjörlega og það er nú kannski, ég veit ekki hvort ég megi nefna þetta en ég ætla nú samt að gera það en þetta er nú ekki dannaðast en áður en ég og Alex fengum boðið þarna þátt þá var hugmyndin sú að ég kæmi hingað og myndi mæta ykkurum frá samtökunum 78 eða svona hins veginn aktivisma hinu veginn við borðið og ég held að þið hafi sendt alveg til 10 Jón, manstu hvað við sendum á marga? Við sendum þá Þetta eru 12-15 manns sem við sendum á bara svona high profile í þessum málflokki. Hvað fengum við mörg já? Það var 0 já, það var engin tilbúin að koma út að beita, ekki neitt sko. Og það sem ég finnst alveglega stísu að samtökin 78 og verkefnastjórin sem þarna tekur eflaust einhverja milljónir til sinni í verktakalaun og þess að þar hafa verið að vinna mikið undanfari með svokallaða gagnræðu og ég skráði mig nú í það var viðburður hjá þeim á
miðvikudaginn í gaggræðu og ég skráði mig á þann viðburð til þess að svona fræðast gaggræðuna þeirra og kannski bara hjálpa þeim með svona real life gaggræðu. Þá þurfum við ekki að fara í roleplay fyrst að hataðasti hommi í Íslands kæmi bara og þá var þetta gaggræða hann. Þeir aflýstu viðburðinum. Þeir gátu ekki tryggt örugt rými. Já, þannig að gaggríni og rökræður eru einhvern veginn óörugari. Það áhugavert. Já, þetta líka fyrir svolítið svona, ef að þetta er rétt sem að þú ert að segja, þá fer þetta svona þvert á vísindalega hugmyndafræði hvernig á að komast að sannleikanum, sko, sem að ég veit ekki. Mér finnst þetta svona fer beint tilbaka til kynjafræði deildarinnar. Það er ekkert rosalega mikið að fara eftir vísindalega aðferðafræði eða svona heiðarlegum nálgunum yfir höfuð, sko. Sem er náttúrulega verulegt áhyggjuefni, sko. Svo er hérna, is there any possibility to sue the mother and doctor for endangering a child? A child cannot take these decisions. Is there any international legal action that can be taken? Wow. Þetta er stór spurning og ég er búin að velta þessu fyrir mér vegna þess að við erum með lög sem varðar sko female genital mutilation. Þetta eru lög sem satt umskurði kvenna og þar kemur fram að það var líka lögum umskurð stráka. Ég veit ekki hvort það sé búið að samþykja þau þó að það væri æri tilefni til þess líka, en varðandi female genital mutilation sem er kallaður umskurður kvenna, þá er náttúrulega sko það að gefa stúlkum krosshormóna það veldur náttúrulega ákveðni afskræmingu á kynfæri þeirra því að þeir fá þarna ofvaxin snýp til dæmis og það er bæði legslímu flakk og það er alls konar fylgikvillar sem endometriosis alveg PCOS, polycystic þannig að þú veist það fer bara eftir hvernig maður eiginlega vill túlka lögin og hvort að ykkur vill láta reyna á þau. Það er svona meira. Það sem mér finnst líka svolítið sérstakt í öllu þessu er að þetta kostar Alex rosalega pening. Já. Og hann er foreldri og hann er einhvern veginn alltaf að sækja, hann er alltaf á brattan að sækja. Maður hafði haldið einhvern veginn að við ætlum að búa í samfélagi þar sem er jafn réttur á milli foreldra, að þá ætti hann ekki að þurfa að greiða fleiri milljónir hvert einasta skipti sem hann er bara að reyna að fá fair trial, eða bara réttlát málsmeðferði við drengnum sínum. Og við búum í einhvers konar velferðarsamfélagi sem að við erum rosalega stolt af einhverju jafnrétti. Þetta er ekki jafnrétti í mínum augum. Og móðirin, þetta er algjörlega fucking galið. Og móðirin fær gjafsókn. Já, og móðirin fær gjafsókn, og hún höfða málið. Og hvernig eiga kallmenn í þessari stöðu óháð því hvort það sé einhvers konar transferli eða ekki. Mér finnst ekki skipta máli. Þá er alltaf á brattan að sækja, þá þurfa þeir alltaf að fara á móti straumnum, þá þurfa þeir að punga át peningunum, þá er þetta dýrt fyrir þá. Mér finnst þetta nú ekki vera svona sanngirni samfélag sem að ég held að bæði flestar konur og kallar hljóti að sjá að sé svona það sem að við myndum vilja búa við. Þessi stað að þá fá sumir allt upp í hendurnar á meðan aðrir gera það ekki, sko. Þetta er ekki fallegt, sko. Nei, þetta er ekki fallegt og þetta er ekki góð saga þetta er ekki góð landkynning fyrir Ísland. En ég hef bara meira áhyggjur á börnunum, en þess að fyrir mér þá snýst þetta réttindi barna. Og í fyrsta lagi snýst þetta réttindi barna til þess að þekkja báða foreldra sína og í öðru lagi snýst þetta réttindi barna og velferð barna. Og mér finnst bara ekkert vera algjörlega augljóst að ef að meiri hluti barna sem fær til dæmis hugmyndum það að þau séu af öðru kyni verði síðan bara samkynhneigð og gangi ekki lengra, þá eru langt innan við 10% sem eru eftir og svo er brot af þeim sem að fer í gegnum kynleiðréttingarferli. Þannig að þetta með að reyna að staðfesta í staðan fyrir að byrja að reyna að hrekja, það veldur mér ég veldi fyrir mér ef að yfirgnæfandi meirihluti, við erum að tala um einhverjar örfáa prósentur sem að fara í gegnum ferlið, að það væri svona réttara eiginlega í langflestum tilfellum, yfir 90% tilfella, að hafa akkurat öfugt með eins og ég skil fræðin, sko. Og mér finnst það ekki einhvern veginn samræma, sko,
hugmyndin velferð. Nei, og Þarna, þetta samræmist heldur ekki hugmyndunum hérna gaggreinda meðferðir á börnum. Sko núna eru við að dæla sem sagt hormonablokkurum í börn, hana triptolerín. Triptorelin, já. Já, og þetta lyf sem hérna Bretar og fleiri eru ekki að nota og það átti að setja rannsókn í gang, Pathways rannsóknin svo kallaða í Bretlandi, það sem 226 börn átt að fá þessi lyf. Við náðum sem betur fyrir að stoppa það og West Streeting heilbrigðisráðherra Bretlands hlustaði nú sem betur fyrir á okkur. Ég næstu fór að grenja þegar ég var að halda hérna barótturæðu í Manchester í janúarmánuði, það sem ég grátbaðar að hætta þessu. Því að hann ætti nú að vita kannski manna best verandi samkynniði maður að þú veist, við vorum að leika okkur með Barbie-dúkkur skiluru og þú veist, what the fuck maður? Má maður leika sem er Barbie-dúkkur þegar maður er 10 ára? Já, en anyways, við náðum að stoppa þetta og sem betur fer þá ætlar hann núna að setja lög sem þvinga klínikurnar í Bretlandi að láta heilbrigðisyfirvöld hafa þær upplýsingar þá 9.000 einstaklinga sem hafa fengið hormonablokkara síðustu 15 árin. Þetta er eitthvað sem fullorðins transteimin neituðu Dr. Hilary Kass að fá að sínum tíma. Þeir vildu ekki láta þessi gögn á hendi svo að úttekt Hilary Kass geti verið nákvæmari. Þannig að núna Hilary Kass er sem sagt hún var forseti barnalækningasambands Bretlands og færasti barnalæknir í Bretlandi eða einn af þeim færastu og hún gerði allsherjar úttekt á transferli barna sérstaklega í Bretlandi og skýrslan var á 5. ári vinnslu kom út 2024 minni mig að voru til. Þannig þetta er svona eiginlega bara glóðvolt. Þetta er glóðvolt sko og hún mælti mitt með því að það yrði að rannsaka meira með hormonablokkarana og hún stöðvaði notkun þeirra í Bretlandi vegna þess að þeir væru unsafe, óöryggir. Þetta er sama lyfið og Landspítalinn er að dæla í íslenska krakka og geri það bara, þú veist, án þess að blika augun. Triptorelin er peptíð sem er notað til þess að gelda meðal annars sko, kynferðisafbrotamenn, já. Og þetta er notað off-label. Ég er búin að skoða ég er búin að skoða leyfisveitinguna hjá Lyfjastofnun og þetta lyf hefur ekki markaðsleyfi í þessum tilgangi. Það má nota það við bráðakynþroska reyndar og svo við krabbameini. Já. Og hefur reynda verið notað sko það gefi neitt skammtur, ég veit ekki hvort ég gerti lækningaskýring, ég las einhvers staðar það til þess að í rauninni koma framleiðslu karlmanna aftur á stað en þú gefur það oftar en einu sinni og gefur það 2, 3, 4, 5 sinnum að þá slekkur alveg á henni. Já. En sem sagt, það sem verður áhugavert núna í framhaldinu í Bretlandi og í rannsóknum á þessu lyfi það er að núna fáum við loksins að finna, komast afdrifum þessa 9.000 einstaklinga sem fengu þessi lyf. Þannig að það verður áhugavert að sjá þannig að við munum sjá hvernig þessum 9.000 einstaklingum hefur vegnaði lífinu á eftir. En á einhverjum orsökum þá vildu klínikurnar í Bretlandi ekki láta þessar upplýsingar að hendi þegar úttektin var gerð. Þannig að núna verður að skjóta inn í það heldur. Já. Það kemur að því að þegar að vegna þessa að ég ætla að byrja á að skjóta það 20 ég ætla að minnast á. Annars var við vorum að ræða Kass skýrsluna, það kom svo í framhaldinu eitthvað sem þú þekkir mjög vel sem er WPATH skýrslan. Já. Sem að gögnin sem að bara þýddi það var bara samskipta milli lækna sem að sögðu það bara þeir vissi ekkert hvað þeir voru að gera. Þeir voru bara í tilraunastarfsemi í beinn. Algjörlega. Og mín gagnrýni til þín var alltaf helst sú hvað þið komuð þessu svona illa frá ykkur svona að segja fólki hvað þetta var þetta var svo alvarlegt, það er svo margir sem að vita það ekki en svo er annað og það er rannsóknin sem að ég man ekki hvað hún gerði, ég veit að þú veist af þessu líka, ég man ekki hvað þessi kona hét
það var ríkisstyrkt rannsókn sem hún fékk, hún kostaði yfir milljarð íslenska króna. Þessi rannsókn tók tillit til einstaklinga sem hefðu farið á blokkerana og alls konar og líðan þeirra í kjölfarið og þetta var margra ára rannsókn og fjöldi manns sem starfaði við hann og eins og segi, hún kostaði yfir milljarð króna í Ég veit hvað rannsókn tala ég man ekki hvað hann heitir konan en það búið að þessi rannsókn hún var falin og stungið undir stól Já, hún ætlaði ekki að reynda að komast hjá því að birta hana það var ekki fyrir en aðili sem að vann við þetta bara tilkynnti þetta og hótaði bara kærum og öðru sem hún var neitt, hún birta hana ekki sjálf og þessi manneskja starfa sem einhvers konar sérfræðingur við þessi mál í dag og þegar vegna þess að niðurstöðuna voru þær að þetta hafði engin mælanleg áhrif á bætta andlega líðan þeirra sem fengu þetta þá reyndu bara að fela niðurstöð, reyndu bara að henda þessu. En svo er náttúrulega annað sem er náttúrulega á að vera kjarnin í þessu og það er að sko ef við ætlum að virða eitthvað vísinda siðferði og lækna siðferði þá er það náttúrulega gróft mannréttindabrot á sérhverjum einstaklingi að hamla náttúrulegu þroskaferli mannesku. Þú veist, við erum að tala að hamla náttúrulegu þroskaferli mannesku, það er mannréttindabrot og þess vegna segi ég það fullu fetum að náttúrulegur kynþroski er mannréttindi og þetta á ekki að vera til umræðu einu sinni. Nú, heyrði ég einhver staðar og ég er ekki að fullyrða þetta en ég heyrði þetta einhver staðar og mér langar að bera þetta undir þig. Þú ert náttúrulega mjög vel inn í þessum fræðum og að lesa flest allar þessar rannsóknir er það ekki? Jú. Að sem sagt, börn sem að fóru í þessar meðferðir til þess að hindra framgang kynþroska að þau byðu það mikinn vitsmunarlegan skaða að þegar að þau fengu aldur til þess að geta gefið upplýst samþykki að þá var greindin þeirra fyrir neðan viðmiðunarmörkum þannig að þau rauninni hafðu ekki heimild til þess að gefa upplýst samþykki fyrir aðgerunum að skipta kyn. Rétt. Er þetta rétt? Rétt. Já. Þannig að þú veist að rauninni það mikill skaði að ferlinu að þú getur jafnvel ekki gefið upplýst samþykki. Mér finnst það að vera svakalegt eða rétt reynist. Og í raun að veru sko, þegar þú gefur barni kynþroska hemlana, þá ert í raun að veru að búra það inn í þessum kassa. Því að þú stöðvar þroskan, bæði framheila þroska og líkamlega þroska. Þannig að barni er ekkert að fara að þróa neitt með sér, þú veist að það er að fara að skipta skoðun eða neitt þannig, því að það stoppar allt. Allur framheila þroski hann staðnar. Þetta virðist þá skerða svona áframhaldandi aukningu á greind með aldri sem að væri eðlileg. Já. Gerir það. Það er áhyggjuefni. Ég ætla að skjóta hérna hér fengum við komment, við náttúrulega glimtum að minnast á það í byrjun. Einn þáttu síðan Sverrir fór og Bjórkasti bara orðið á ensku. Bókið hefur sigrað. Já, við náttúrulega steinglemdu því að sem sagt Sverrir, hann er lasinn, að vissu sem allir að vera lasinn, en hann er sem sagt með hálsbólgu og hita og söknum hans í kvöld, það er ekki hægt að segja annað, en hann liggur bara heima með rassamælinn. Já, ef að fólk geti séð sko hópspjalli hjá okkur og ráðlíkingarna sem hann fékk til þess að geta hægt að vera aumingi, það er alveg sko stórkostlegt ef þetta hópspjall leggur einhvern tíðan út þá eru við allir búinir að vera en Það er bara svo leiðis. Hér er ein spurning áður en við ætlar þú að segja frá ráðlíkingur sem að þú gafst honum, Jón? Nei, ég ætla ekki að gera það. Það er ekki einu sinni heima, það er ekki heima hér eða einstaðar annar staðar. Nei. Það er ein spurning frá Magga F. spyr, vita foreldra barnana að transhugmyndafræðin var eitt uppáhalds áhugamál Epstein og félaga? Nei, ég sé ekki. Það var í Epstein-skjölunum að að Epstein hann fjármagnaði og fjármagnaði tilraunir á skurðlækningum á sérstaklega börnum. Hann var mjög yfir með það. Já. Þannig að þetta er demonic allt saman, hvernig þetta hangir saman því miður og annars ég ætla að fara út í það í þessum þætti.
Nei, Ég setti linkin á söfnunars Alex inn í spjallið. Ég vona að fólk geti lagt hún að liði í þessu og við munum dreifa því eins og við getum. Og en núna eigum við bara, Jón, einhver 3 korter eftir. Spurning hvort að við förum ekki bara í alþjóðamál. Mér langar að bomba okkur aðeins í feministamálin rétt taka korter í það. Herðu, við erum ekki búin að taka heimsóknin hennar Julie. Nei, þú varst að segja að þið hefðu átt áhuga að verða fund með aðila sem að virtist bara vera skítræddur og langaði að segja okkur aðeins frá því. Já, það var nú ekki bara einn aðili, þeir voru nú nokkri fleiri. Við áttum allan fundi. Segðu okkur frá hver Julie Bindel er fyrst, by the way. Julie Bindel er náttúrulega bara, ég ætla hún sé ekki bara einn frægasti róttæki feministinn bara í heiminum held ég. Wow. Já, hún hefur alltaf barist gegn kynbundnu ofbeldi svokölluðu og sérstaklega ofbeldi gegn stúlkum og hefur barist til dæmis gegn vændi og hjálpað ýmsum samtökum víða heim að setja upp bæði kvennaathvörf og hún hefur til að mynda, hún hjálpaði Stígamótum á sínum tíma í mörg ár þegar þau voru að díla við að vilja loka kampavísklubunum svokölluðu og gera vændi ólöglegt og þess aftar. En Julie Bindel og ég við eigum það sameiginlegt að þetta fólk sem Julie kallar fyrrverandi feminista og sendir þar með þessum íslensku konum í Stígamótum, Guðrúnu Jónsdóttur og Sólíu Tómas og Drífu Snædal bara góða kveðjur að þetta er ekki feminismi. Fyrir henni, Julie Bindel, þá Já, þetta er ekki feminismi og þetta er rétt hjá henni. Og ég segja fullu fetum að þetta er rétt hjá henni því að feministar myndu ekki sitja réttindi karla ofar öryggi kvenna. Og það er nákvæmlega það sem íslenski feministar eru að gera með því að tala fyrir því að karlar geta bara sagst vera konur og komist inn í engarými kvenna og inn í kvennaathvörfin og inn í sundklefana og hitt og þetta. Og þetta er alveg rétt þegar karlar geta bara sagst vera konur og fara inn á fléttulista stjórnmála flokkana ef segjum til dæmis stórfyrirtæki þar sem núna skylda 40% af stjórnum fyrirtækja er í höndum kvenna, þá er bara nóg fyrir okkur skiluru, fara bara inn á þjóðskrá, tikka í box. Það er náttúrulega stjórnarskrábrot. Já, en þá voru við orðnar konur og geta bara tekið sæti kvenna þá í stjórnum stórfyrirtækja. Þetta er allt sem þær styðja. Þú veist, það er að leiðindi geta, það er náttúrulega ekki kallað sér feminisma, en Julie er búin að sjá það, og fólk trúir því ekki og trúði mér kannski ekkert alveg í byrjun erlendis þegar ég var að segja frá því að á Íslandi þá hefur öllu grasrótastarfi í góðgerðarhreyfingum verið sópað burt. Þú veist, það er ekkert góðgerðarstarf það er ekkert grasrótastarf í gangi. Það eru allir, atvinnumennirnir, kynjafræðingarnir og hugmyndafræðingarnir, þeir eru allir búin að taka yfir öll góðgerðarfélög. Það er enginn að vinna sjálfboðavinnu, það er enginn að vinna í grasrót. Þetta er allt komið inn í eitthvað risabákn inn í bákninu, skilurðu. Og þar er Stígamót og kvennaathvarfið og samtökin 78, Rauði krossin, Amnesty International, Barnaheill, þú veist, bara you name it. Þetta er bara orðið eitt risabákn í bákninu og ekkert grasrótastarf. Og er það þá ekki fjármagnað, þú veist, með hefðbundum hætti eins og áður var? Nei, þetta er bara fjármagnað af ríkinu og þetta er bara orðið að ríki inn í ríkinu, þetta er bara orðna ríkistofnanir í rauninni. En Julie, hún sem sagt kom hingað til Íslands til þess að skoða hvernig staðan væri í málefnum kvenna, barna og samkynhneigðra á Íslandi og bara til þess að upplifa það sjálf á eigin skinni hvort að þessar sögur sem ég var að bera út ættu við rök að styðjast og já, og hún segir það fullu fetum að við eigum metið í að vera fíbl. Þú veist, við erum virkilega
í verri málum heldur Kanada og Ástralía þegar kemur að þessu. Þið áttu einhvern fund. Við fórum á nokkra fundi, ég veit alveg hvað vart reyna og já, við fórum hérna og áttum fund til dæmis með umboðsmanni barna og við áttum fundi með þjóðkirkjunni. Hérna biskupin okkar, hún var á leiðinni til Tókíó að hlaupa marathon, þannig að við fengum hérna viðtal við biskupsritara í hálftíma og það bara gekk ágætlega og inn á skrifstofu biskupsritara var alls konar fánar í blómavasa, BDSM-fánar og Kinsegin-fánar og transfánar og lesbíufánin og allt þetta og það var skemmtilega myndir sem við fáum úr því í Telegraf. Svo áttum við fund náttúrulega með umboðsmanni barna og áttum mjög góðan fund með henni. Og Hún fyrir Telegraf. hún skrifaði fyrir Telegraf. Dýrka ekki skurðbóð, eitthvað með dýrka ekki skurð, eitthvað með kirkjuna og dýrka ekki önnur skurðbóð eða eitthvað. Sjá, áfram. Já, við áttum fund með umboðsmanni barna líka. Mér finnst sáfundar eiginlega standa upp úr af fundunum okkar á Íslandi með stjórnsýslunni því að það var bara ýmislegt sem umboðsmaður barna gerði sig ekki grein fyrir sem við náðum að uppfræðana með og ég sá það að hérna, þau náttúrulega þekktu hver ég var sko, þegar ég mætti þarna með Julie Bindel. Ég bað náttúrulega Julie að gera það þannig að þegar hún bað þessa fundi þá myndi hún bara segja að hérna local colleague færi með henni, ekkert nafn eða neitt þannig vegna þess að ég vissi alveg hvernig það myndi fara ef nafnið mitt kæmi þarna eitthvað staðar. En það voru margir í stjórnsýslunni sem fengu svona pleasant surprise að eldur ekki eins vitlaus og þau vilja meina hann sé og ég átti bara mjög góða og fróðlega fundi. En það sem var svona gegnumgangandi því miður, það að meðal annars þá viðurkenndi umboðsmaður barna og bara sorry Salvur að aktivistar á Íslandi eru mjög aggressífir og því miður þá það bara því miður of algengt í stjórnsýslunni að við erum með fólk í efstu stöðum sem eru hálfgerðir barnir hundar og það eitthvað sem við verðum að breyta og fara að díla við. Eða bara líkuði hálfgerðir aktivistar. Já. Segir umboðsmaður barna þarna að aktivistar séu mjög aggressífir við hana þá? Eða bara já, við okkur, já. Meira heldur en hún þekkir annar staðar? Já. Og getur tekið einhvern dæmi? Ég vil ekki fara of djúpt í það vegna þess að ég vil ekki eyðileggja greinina hennar Julie. Ok. En hún skrifaði fyrir Telegraf? Hún skrifaði fyrir Telegraf. Það nú gríðarlega stór plan. Já. Þannig að ég vil ekki fara til dæmis inn í samtölin við þjóðkirkjuna eða hana, þú veist vegna þess að þá ég í raun og veru kannski að eyðileggja punchið þegar greinin á Telegraf kemur. Við hlökkum til að lesa hana gera það, það ekki. En hvað, sko, nú Julie Bindel, þessi, sko, þú veist, old school sleggjufeministi sem að, sko, hefur örglega verið í guðatölu áður en að allt þetta hérna, þessi kyn, skal ég segja þér, hugmyndafræði fór á flug og allt svoleiðis. Nú hún orðin bara djöfull. Já, hún náttúrulega persóna non grata, sko, Julie, sko, ef við berum bara okkur tvö saman, mig og Julie, vegna þess að við náum saman af því, þú veist, vegna þess að við erum bæði, sko, cancelled og ógeðsleg og fordómafull og allt þetta. Sko, ég 10 árum undan flestum hérna á Íslandi að kveikja hvað að vera í transdótinu hér, en Julie meira þess að 10 árum undan mér. Julie búin að, sko, hún búin að tala gegn þessu í yfir 20 ár. Og hún hefur lent í að vera lamin, hún hefur verið slaufað, hún hefur verið króið inni það sem hún átt að tala. Þú veist, hún búin að lenda í öllum anskotunum. En það sem sorglegt, það að sjá gamla samherja eins og Guðrúnu Jónsdóttur og hérna dóttir hennar, Sóleyju Tómasdóttur og Drífu Snædal og þetta lið koma fram við hana
eins og hérna drullan undir skónum þeirra. Þetta kona sem veitti stígamótum til dæmis verðlaun, þú veist, og hjálpaði þeim helling áður fyrr, og það að geta ekki rætt við hana vegna þess að það er ágreiningur út af einu málefni, það finnst mér bara fyrir neðan alla hellur og það sýnir bara þennan karakter sem er þarna að geyma. Þetta er ekki feministar eins og Julie segir, við kallum þetta fóministar. Ég gekk í gegnum mitt tímabil á sínum tíma, það sem var verið að gaslýsa mig í að halda það að ég væri haldin einhverju stækri kvenfyrirlitningu og að ég væri andfeministi, en það var áður en ég kveikt á perunni að það var ekki aðeins hreyfing samkynhneigðra sem var rænd af þessum ideológum, heldur var kvennarhreyfingin, hreyfing fatlaðs fólks, hreyfing samkynhneigðra og hreyfing fólks að erlendum uppruna og hreyfing fólks á flótta. Þetta var allt stólið og hirt af sömu hugmyndafræðingunum. Já, ég held að við komumst svo ekki hjá því að fara í ákveðin hlut sem er búið að gera síðan að við ákváðum fyrir að segja gestina hérna, en áður en við gera það, þá ætla ég að lesa hérna 2 komment. Það er ein spurning til Elds, það er ætlar Eldur að styðja að afneitun helfararinnar verði gerð refsiverð? Nei. Og svo segir einhver, Hittjur segir áminning að rabbín í Íslands er aðalpaurinn á bakvið bæði að afnema umskurðarbannið og að banna helfararafneitun. Við ég náttúrulega veit ekkert með þetta, en við erum búin að, það er aðili sem er að athuga hvort að rabbínin mun koma til heimsókn. Þetta er alveg fair, ég mun aldrei styðja skerðingu málfrelsis, ég meina ef þú vilt vera fáiði og afneita helförinni, ég meina be my fucking guest, skilurðu, ég er ekki að fara að banna þá tjáningu, umskurður drengja, ég meina, ég veit að þetta er tilfinningamál bæði hjá múslimum og gyðingum, en í nútíma samfélagi það á þetta ekki rétt á sér. Þannig að ég er andvígur umskurði drengja. Ef karlar eða úlingspiltar með gillig hæfni til þess að veita upplýst samþykki, þá er það alveg sjálfsagt hvað þeir láta gera við forhúðuna sér. Talandi upplýst samþykki, að því mér fannst það kannski ekki koma nægilega vel fram áðan, að þú veist, að láta börn ákveða hvaða kyn þau eru, þeir eru 7, 8, 9, 10, 11 og 12 ára. Það getur enginn tekið þessa ákveðinu, þú ert bara... að þú veist, við erum með áfengiskaupa aldur, að við treystuðum ekki til þess að kaupa áfengi fyrir einhver tíma. Við með ekki fá tattu á þess að fá, skrifa upp á frá foreldrum fyrir einhver tíma. Þau með ekki gera bíl, þú veist, þau eru ekki sjálfráða, þú veist, með ekki taka sínar, þau mega bókstaflega ekki taka sínar eigin ákvarðanir út af því að það er búið að ákveða það og það er svona konsensus í landinu að þau séu ekki komin á aldur til þess að taka þessar ákvarðanir. En svo er verið að velta því fyrir sér að gera gjörsamlega óafturkræfar, lífbreytandi ákvarðanir á mjög viðkvæmum aldri. Þú veist, mér finnst þetta að vera rosalega tvískynjungur, persónulega. Já, sammála því. I just heard, sorry to... Yeah, it's fine. In the news today, there was a kid who quit his majority because he thought he wasn't capable when he got 18. You know, like he was in drugs, he got in therapy, and he doesn't believe he can be a major and responsible. So he quit. I just read this in, I don't know, VC. Okay. So he turned 18 and say, no, my parents can take care of me because I don't feel capable to assume my majority. Yeah, so he doesn't feel that he is capable of taking or making his own decisions. Correct. Yeah, so he kind of wants to refute that. Yeah. So, I mean... or waive his right to be a fully acceptable individual. Okay. Ég ætlaði bara að klára þarna áðan, ég ætlaði að segja að það er aðili sem er að athuga hvort að hreinlega íslenski rabbíninn er til í að koma í heimsókn til okkur. Það er því áhugaður spjall. En það er ákveðnir hlutir búin að gerast í vikunni sem að já, það var líklega ekki farið fram hjá neinum. Helgi, þú vilt kannski fræða okkur eitthvað, það var eitthvað
drepa leiðtoga Íran og eitthvað Já, svoleiðis og við skellum okkur, við komumst ekki hjá því að tala um þetta. Já, við getum svo sem ekki farið eitthvað super djúpt í þetta en hérna, það er gaman að kafa í þetta sem sagt, Ayatollah Al-Khamenei sem er yfirklerkur í Íran og verið svona allráður hérna, hann var ráðan að dögum í samræmdum aðgerðum Bandaríkja og Ísraela. Ég held að það var einhver fundur og voru svona þrír megin staðir þar sem voru að hittast. Þetta voru menn sem voru yfir öllum byrðaflutningum hersins og svo framvegis sko kallað logistics á ensku og mjög mikið að háttsettum mönnum. Það var náttúrulega Al-Khamenei Khomeini og hérna og yfirmenn í hernum, yfirmenn í leyniþjónustunni fjölmargir og þeir voru bara allir drepnir sko á innan við 1 mínútu sko og samstundis bara nánast. Þeir náðu líka fyrrverandi forsetanum Ahmadinejad eða hvað hann heitir? Ahmadinejad. Ahmadinejad. Já, kallinn minn. Þetta get ég fórið fram sko. Það kom hérna stutt kommenta því að það er borgað og lesja strax skilda ef þið fáið Rabbian þá er Ísidór með. Hvað byrju? Segðu þetta aftur. Ef þið fáið Rabbian þá verður Ísidór með. Já, það verður fínt að fá Ísidóri mitt með einhverjum rabbi hérna. Það var mjög. En hérna en já, þetta eru mikla hernaðaraðgerðir og maður búin að sjá flotan bandaríska vera að byggjast upp þarna, í flóanum fyrir utan og þú veist það eru 2 stór flugmóðskip held ég og þetta er gríðalegt magn af herskipum og flugvélum og ég held að hafi gert sko 900 flugárásir á einhverju stuttum tíma. Þetta eru stærstu coordinated flugárásir og sem hafa verið framkvæmdar af Ísrael í sögu landsins. Þannig að þeir eru bara gjörsamlega að taka og hakka Íranina og þeir hafa brugðist þannig við að þeir hafa verið að þeir greinilega geta einhvern veginn ekki barist mikið á móti. Mér sýnist þeir hafa verið algjörlega svona neutralized eða ég mætti sletta og þeir eru búin að taka sko, þeir hafa bara verið að skjóta á hótel í Dubai og einhver svona óverndaða staði, jafnvel bara, þú veist, það sem að venjulegi borgarar eru, Al-Arabi hóteli, ég nú komið þáka. Þetta virðist bara vera eitthvað svo út í loftið hjá þeim greiðunum, en sko, við verðum náttúrulega líka áttakra því að Donald Trump var búinn að lofa Írunum aðstoð þegar uppreisnin stóð sem hæst þarna í desember, janúar. Já, þetta var mjög snemma á árinu held ég. Já, og það einhvern veginn brást ég á nú góða vini sem eru þarna frá Íran, búsettir í Bretlandi reyndar og það var alveg farið að grípa sig svona hálfgerð dofi og deyfð og svona að Bandaríkin hafi brugðist vegna þess að það var alltaf verið að telja Írunum trúum að þetta myndi gerast. Það byrja mótmæli og þessi mótmæli í rauninni byrja út af því að efnahagurinn er alveg hrunin og það er alveg svívirðileg verðbólga og búin að vera þarna og það er vatnsskortur, það er matarskortur, það er sjúk verðbólga eins og áður hefur komið fram og fólk er orðið hrætt. Og það byrja að vera uppreisnir í borginni og það stigmagnast og þeir eru rauninni ná ekki og þeir eru farin að drepa sko öryggisverðina þarna, hvað heitir þetta, íranska byltingavörðin og það var komið á það level að þeir eru rauninni slökkva bara á öllum samskiptum, símum, neti, öllu þannig að fólk gat ekki svona koordinatað og skipulagt. En svo kom Elon Musk með Starlink og hjálpaði þeim. Já, en þú veist, það dugar voðalega skammt í rauninni það því að þú veist, þú þurftir að vera með Starlink alls staðar hérna og það var bara ekki til staðar og það er talið að það séu 36.000 mann sem er staðfest að íranski byltingavörðurinn sem eru 190.000 hafi drepið og efri svona áætlaðar svona estimate eru 100.000 þannig að það eru gríðarlega bara útrýmingar sem áttu sér stað og það voru áhugavert að sjá hvað gerist núna þannig að ég skil alveg Írani að þeir séu nú kannski svolítið rægir við að fara of hart fram en þetta er náttúrulega ofboðslegar árásir og ég hugsa að Bandaríkjamenn og Ísraelar séu þarna búin að voppa eða sko einhverjar svona byltingasveitir, maður myndi svona halda það. Já, en það er rosalega fróðulegt að sjá sko viðbröðun á samfélagsmiðlunum varðandi þetta vegna þess að þú ert sko með vóksterana sko, vókislaga fólkið
og gyðinga hattar hann allt í einu að vera saman saman í svona, þú veist, svona grátkór yfir því sem að gerast, hvað Bandaríkjun og Ísrael eru allt í einu vond við klerkastjórnarni í Íran eins og þessi stuðningur við klerkastjórnarni í Íran ofboðslega furðulegur. Bara, þú veist, fólk virðist hata Ísrael alveg nógu mikið til þess að taka til varna fyrir klerkastjórnina. Þetta er rosalega furðulegt allt saman sko. Og ég gerði náttúrulega þau fundamental mistök áður ég kom í þáttinn hingað. Ég ger þetta aldrei, þannig að hlustendur, ég lofa ykkur, ég ger þetta aldrei, en ég horfði á fréttatími RÚV. Og hvað? Maður verður bara maður verður bara retarded af að hlusta á þessa stöð. Fyrir að fyrsta þá fáið þarna eitthvað sérfræðing í Mið-Austurlandafræðum, þú veist, og hann þarna eins og einhver taugahrú og veit ekkert hvað hann á að segja og þú veist, og náttúrulega segja, þú veist, svo það þetta, grafa undan sambandi við Bandaríkin og hana, segir hann bara þetta hafi bara verið sturluð hernaðaríhlutun og þú veist, og var ekki að spara gífuryrðin og svo segir hann, en íranska þjóðin mjög samheldin og þess að svo 30 sekúndum setna þá skipti yfir á fréttaþuluna og það sagt og svo eru viðbrögð við íransku þjóðinni við þessum atburðum og þá það annarkvort að fólk að fagna eða grænja og þannig að samheldnin, og þetta Mið-Austurlandafræðingur og hann nýbúinn að segja að þjóðin sé bara, þú veist, þetta ein samheldnasta þjóð í Mið-Austurlöndum, en svo kemur innslag það sem annarkvort fólki að fagna á götum úti fyrir utan Íran, þú veist, þá í London svo maður skulum bara ekki þú veist, Ísrael og Íran voru að dansa sem staðar saman, sko, maður veit nú oft ekki hverju maður á að trúa, sko, en það sem að mér finnst svolítið mikilvægt að komi fram, sko, og það náttúrulega 40, það búið að lýsa yfir 40 daga þjóðasorg og það eiga allir að syrgja og þetta náttúrulega alræðisríki. Þannig að þú veist, ef þú syrgir ekki og sýnir ekki að þú sért sorgmætur út af þessu, að það gæti hreinlega kannski kostað þig einhver réttindi eða lífið. Og á tíma það sem að sko efnahagslegt öngþveiti og þetta mun náttúrulega auka á hungurneið í landinu og vatnskort. Ég meina þetta ekki að fara að efla það. Nei. Og þannig að þú veist, maður velti fyrir sér, ég meina að vera með 40 daga þjóðasorg, það gengur ekki upp í landi sem á sko mörkum hungurneðar og vatnskortar, það verður bara allt brjálað. Ég meina, ímyndaður að myndi vanta bæði vatn og mat og einhvern myndi segja, heyrðu, þú ætti að fara að syrgja Ólaf Ragnar í 40 daga veist, og hætta að vinna eða hvað átti að gera, þetta gengur ekki upp, sko. En það sagt líka gagnrýnivert að við erum með utanríkisráðherra til dæmis sem ákveður í einu þræði að fordæma Ísrael en hefur svo ekki kjark til þess að fordæma Bandaríkjamenn að sama skapi. Þetta sama hernaði í hlutun. Skilur, þannig að það hægt að fordæma Ísrael. Hefur Þorgerður Katrín fordæmt Írani fyrir að hafa dreipið 36 til 100.000 manns? Ekki að mér vitandi, en hún sagði samt sem áður þó að það væri ekki neinn eftirsjá af klerkastjórninni í Íran. Nei. Mér finnst erfiðasta í þessu öllu saman og þetta ástæðan fyrir að sko það voru bara svo lítið að tjá mig það því að ég hata að hafa rangt fyrir mér. Ekki sko, ég rífst ekki bara á okkur sem ég veit rangt bara því að hata að hafa rangt fyrir mér, heldur sko, ég kýs bara oftast að tjá mig ekki það. Það er svo mikið af bara upplýsingum sem bara falsfréttum frá báðum hliðum þessi mál. Maður veit orðið ekkert hverju maður á að trúa þegar kemur á svo mörgum. Ég finnst þetta svo rosalega erfitt. Talandi falsfréttir einmitt, Jónsi, þá kom í fréttainslagi RÚV í þessari fréttvarðandi Íran að Ísraelar hefðu ráðist eða sprengt þarna upp skóla. Tvo skóla segja sumir mér segja. Já, ég ætla að taka þetta upp hérna. The 160 girls, whatever. En þetta svo búið að hrekja tilbaka
að það voru Íranir sjálfur sem skutu þennan skóla fyrir mistök. Og það staðfest? Og það staðfest hérna, Goldigamari hérna, the Islamic regime itself has already admitted to mistakenly bombing the school. Don't let the Islamist and pro-Palestinians, anti-Semites and the left-wing media fool you into thinking it was the United States or Israel. Og við kendu það þetta kemur hérna rosalegt. Þannig að og þetta voru upplýsingar sem lágu fyrir 5 klukkustundum fyrir fréttatíma RÚV klukkan 7 í kvöld. But can I say something? Yeah. I think there's something funny in this, is everybody forget the 30,000 citizens that have been killed 2 weeks ago. Yeah, nobody talks about them. Yeah, it's about 30,000 people. 36,000 been confirmed killed. By So the we don't know the rest. Yeah. I mean, for me, And I think that the estimation in Gaza since 2023, the 7th of October, is about between 70 and 80,000. But this happened in a few days, literally. in Well, 2 weeks. it's a lot bigger population, though, but still, it's quite a lot For of me, people. I And mean- the upper estimation is about 100,000. Exactly. I read the news, I read in France, and they talk about it, and here, nothing. It's quite a high number. And Yeah, it's quite a high number. Yeah, And- Le Monde. and is they're actually very unpunished. good. Yeah, you still have news in France. We Yeah, don't we don't have news in Iceland anymore. I've watched some both after it's like videos that Le Monde has done. For example, about Ukraine. They're actually very good. But I have to generate the text myself because I don't speak French. But it's actually very, very professional. yeah, but that's the word. It's everybody forgot about us. It's like, oh, this and that. And also, they're forgetting to say 70% of the population don't back up this regime. Yeah. And that was linked by the state. Yeah, I And don't nobody know how talks they- about us. Já, Svo annað ég veit mjög ekki hvernig áhugavert í komast. þessu. Já, fyrir ekki að Jón, halda áfram. Það eru myndböndin sem við sjáum af bækistöðum, herstöðum bandaríkjamanna virðist vera búið að sprengja eitthvað að þeim. Já, 5. flotastöðin hérna í, hvað heit það, Hermes sundinu þarna. Barinn og eitthvað eða Já, ekki. hjá Bahrein ábyggilega. Það gæti passað. Og svo þetta með sko að hvað er í gangi með Íran að skjóta á nágrannaríkin sem hafa ekkert gert. Hvað er í gangi þar? Það eru herstöðar þarna í þessum 5 ríkjum, bandaríska herstöðar sem þeir eru að reyna miða á í þessum 5 ríkjum í kringum. Já, og svo er náttúrulega sko Al-Arabi hótelið. Ég var nú þarna fyrir einhverjum árum síðan sko, eftir svo flottasta hótel í sem sagt Dubai. Og þar er mjög mikið að ráðamönnum og hátsettu fólki og auðkýfingum og svona sko, þannig að þú veist, það er væntanlega á að skjóta þá niður sko. Þarna eru fustarnir og þessi hæstsettu halda upp á alls konar atburði á Al-Arabi hótel. Þannig já, ég held að þetta snúist bara að drepa einhverja elít og svoleiðis og valda vesinni og usla sko. Ég allan get ekki séð fyrir mér hvað þið gætu verið að gera annað heldur en að fá bara óvild sko. Nei, ég mitt. Þú veist, ég meina, Er þetta það bara bandaríkjamenn og Ísraelar að búa til óvildi þeirra garði? Ég meina, þú veist, maður þetta velti í fyrir samsærin kenningarnar eru endalausar. Akkurat, þú veist, ég meina, þetta virkar svo heimskulegt að maður hugsa með sér ætli þetta sé false flag, þú veist. Maður svona eiginlega, þetta er bara sko beyond heimskulegt. Af því að þú getur fengið allar þessar þjóðir hreinlega bara á móti þér sem myndir þá bara taka jafnvel þátt í hernaðarlýsundum gegn þér sko. Það var ekki Sádi-Arabía að sem sagt snúast gegn Íran núna og ég var að lesa það einhvers staðar. Nei, það. Pass. Sádi-Arabía snúast gegn Íran. Þeir var að senda herliðanga eftir einhverja eldflaugaárás frá Íran en maður veit ekki hverju maður á að trúa í þessu þessu mál. Ég held að það væri mál. ykkur að koma þarna frá Írak en ég held að Sádi-Arabía sé nú alveg bara með bæði Ísraelum og Bandaríkjamönnum í liði sko. Sádi. Og ég er að meina það að þeir hafi verið að senda herlið til Íran ekki til að hjálpa þeim. Já, einmitt, ok, ég miskildi, ég held að, ok, þá var ég að Jöfus, miskildi hálfviti ertu maður. Eðlilega heimskur. Já. Nei, mér Sorry, finnst þetta don't alveg speak galið Icelandic. sko.
En hvað, hvernig haldið þetta endi? Haldið að sko, þú veist, íranski byltingavörurinn sem að, þú veist, telur 190.000 eftir því sem að ég kemst næst og einhvern veginn samtfinnaðurinn í allt í samfélaginu, muni bara ná að halda völdum, að komi bara einhver annar erkiklerkur eða þá að þeir skipi bara einhvern erkiklerk sem að þeir stjórni sjálfir, það til dæmis ein hugmyndin, eða þá að fólkið í landinu mun bara taka yfir og eða herinn taka völdin tímabundið og færa það til fólksins eða þú veist, svo líka hann hvað heitir hann, Pahlavi? Já, Pahlavi, hann býður á hliðalínunni í London. Það er gömul kongafjölskylda í Íran sem að hann er arftæki og Pahlavi gæti komið tilbaka og verið einhvers konar þingbundi konungsstjórn eða eitthvað svoleiðis sko, ég var það þannig á undan. Ég man ekki nákvæmlega, ég veit að það var konungsstjórn og þannig að það eru svona þó nokkuð margt sem gæti gerst og maður velti fyrir sér sko hvað Ísrael og Bandaríkin, hvað myndi henta þeim best vegna þess að þú veist, þetta eru geopolitics, ég meina þeir eru ekkert endilega að pæli því hvað er best fyrir Írani, þeir eru náttúrulega líka að pæli því hvað er best fyrir sjálfa sig. Þannig að oft á tíðum þá hafa þeir reynt að velja að geta sko stjórnað þjóðum með því að geta sko sett inn einhver þjóðarleiðtoga og það hefur ekki alltaf reynst þeim vel, það reyndist ekki vel með Saddam Hussein, það er bara fullt af herforingjastjórnum í Suður Ameríku sem hafa farið mjög illa, maður spyr sig sko hvað mun gerast, þannig að mér þætti ekkit ólíklegt að þau myndu reyna að reyna á einhvers konar lýðræði sko. Nei, einmitt. En ef þessi gæi sem að margir virðast horfa til fyrrverandi Pahlavi, ef að hann er að fara að snúa aftur til valda sko, þá er einhver sem er ábyrgur fyrir því sem er, það verður ekkit ókipis sko, hann er ekkert að fara að vera þarna að segja aðilanum sem komur til valda að hoppa upp í raskatið á sér ef út í það fer sko, hann verður að gæta þeirra hagsmuna. Nei, og það náttúrulega, þú veist, það er ekkert að vera, það verður rosalega vinsælt hjá írænska fólkinu, ég meina þessi klerkastjórn, hún kemur til eftir sko valdaránstilraunir á vegum Bandaríkjanna, þetta var þeirra íhlutun sem að í rauninni olli því að þessi hræðilega stjórn komst þarna á, þannig að það er svo sem ekkert nýtt sko, þú veist, það er spurning hvernig það fer, svo náttúrulega getur líka bara allt farið til andskota sko, þegar að það myndast svona power vacuum, þú veist, þegar það er yfirtaka, það myndast power vacuum og þá geta alls konar hópar, öfgahópar og annað risuð upp, við höfum séð það í Sýrlandi, sáum það í Írak, við höfum séð það í þú veist, það fullt af löndum, Sómalíu, ég er með eitt hot take Líbanon, nei ekki Líbanon, þetta er Líbíu. Ég er með eitt hot take þegar kemur að þessum nýja hernaði Ísraela, þeir eru að gera eitt sem ég myndi vilja sjá gert bara áfram í hernaði. Það virðist ekki vera konsensus það í alþjóðasamfélaginu. Það er það að þegar eru átök á milli landa og hópa, að það sé að hjóla í leiðtogana. Ég er ánægður með það, þá þróun, bara yfir höfuð, ekkert endilega því að Bandaríkjamenn og Ísrael eru að gera það. Ég myndi vilja bara sjá bara meira af þessu. Ef að þetta er því gert bara af þjóðum, þá getum við ímyndað okkur hvað þjóðaleiðtogar væru tregari til að fara í stríði yfir höfuð. Þetta gæti bara verið einhver besti fælingamáttur sem að til sko, því að þetta hafði afleiðingar fyrir þjóðaleiðtoga og aðra, meðan að sko, ég held að síðast er að þjóðaleiðtogi barðist í fremstu vílinu hafi verið þegar að belgíski konungurinn, últranaglinn, akkurat stóliður með nafnið á honum barðist sko, fremstu vílinu í fyrri heimsstyrjöldinni og lifði af sko. Já, sá aðeins var alltaf vinsæll til æviloka. Leiddi belga inn í stríðið. Já, og leiddi bara alla andstöðu belgan og var talað það að hans nærvera á vígvellinu með orðið til þess að blásið baráttu anda í hermennina og orðið bara til þess að mórallinn hrundi ekki það. En þetta er því bara til þess að þú veist, hvað heldur að sé eitthvað eðlilegt í það að þjóðaleiðtogar, þú veist, bara eins og bara sem dæmi, Churchill gerði í þessari fyrir heimsstyrjöld. Hann sendi 20.000 ungra manna til að drepast vitandi að þeir myndu aldrei eiga séns að það. Þú veist, og aðilega var náttúrulega vinsæll til æviloka. En þetta er því bara til þess að þjóðaleiðtogar, þú veist, bara eins og bara sem dæmi, Churchill gerði í þessari fyrir heimsstyrjöld. Hann sendi 20.000 ungra manna til að drepast vitandi að þeir myndu aldrei eiga séns að það.
þú veist, hann misti stjórn yfir flotanum sínum, hann var aðmírall með minnir á þessum tíma, en kemur svo aftur sem þjóðarleiðtogi, en ef að þetta væri bara normið, að þeir væri bara drepnir fyrst, við myndum sjá svo mikið minna af stríðum í heiminum, ég ætla að fullera það, þetta er mitt hot take á þessu máli allavega. Geti alveg vel verið rétt sko. Heldur þú með eitthvað input inn í þessa deilu sem að þú sér, hvað heldur þú að veri framtíðin hérna í Íran? Það er ekki gott að segja, en ég vona virkilega að við munum sjá svona annað gullalda tímabil í Íran þar sem fólk er frjálst og við sjáum vísindasamfélagið að blómstra á ný og þess aftar sko. Já, það er líka, það var náttúrulega yndislegt að sjá það, en svo erum við að sjá fleiri hluti gera svo sama tíma. Nú voru Pakistanar að ráðast inn í Bangladesh, nei, Afganistan. Og hérna, þannig að þú veist, það er rosalega margt að gerast og hérna, Afganistan er náttúrulega með landamæri að Íran. Þannig að þetta er rosalega sérstök tímasetning að bara, þú veist, þetta gerist innan 24 tíma. Svo náttúrulega Úkraína og Rússland ennþá í fullum gangi og hérna mér sýnist Rússar vera bara að vinna fulla sigur hérna í Úkraínu. Þeir ætla bara að taka þetta landsæði sem þeir eru búin að segjast alltaf að taka og ég er bara ekki sjá fyrir að neitt sé að fara að stoppa og svo sér maður einhverja fréttir af því núna að sko þeir sé að fara að sækja sjálfur fram eða geti ennþá unnið sko. Þetta er náttúrulega bara þvæla. Þetta er náttúrulega bara sturluð gaslýsing sko. Einmitt. Þú veist, það gerist allavega ekki nema með því að sko bara NATO eða Bandaríkin taki fullan þátt og það er ekki að fara að gerast. Ef að það gerist þá gætu við náttúrulega verið að horfa fram á kjarnorkustyrjöld sko. Þannig að hérna það við erum úr rosalega vondum, við erum úr rosalega svona heitum punkti núna í sögunni. Það er Við lifum á vísjáverðum tímum, það er alveg á hreinu sko. Hvað segirðu, Jói? Jói þegar hann var hérna hjá okkur, hann sagði hann, ég held að það verið í fyrsta þættinum, þá tók hann fram að hann var búin að fylgjast rosalega með og það væri einfaldlega hérna, bara allir væri að undirbúa sig fyrir einhver bara stór átök. Það er þannig, já, ég var að nefna það líka við hann og hef nefnt það áður að það er kalt stríð hafið. Og við höfum farið í það alveg þó nokkuð mörgum þáttum að þú veist, Bandaríkjamenn, Kínverjar og fleiri sko, þú veist, það er kalt stríð þeirra á milli, fyrir þá sem að veit ekki hvað kalt stríð er, það er þegar að það er svona óbeint stríð, en það er ekki svona direct engagement og oft er þetta svona stríð svona Leppland, Úkraína til dæmis Leppland, Víetnam var svona leppur og stríði fer þá fram kannski í Víetnam eða í Kóreu eða í Úkraínu eða öðrum löndum og við erum að sjá þetta í dag og hérna Pakistanar eru í rauninni svona hálfgerður armur af Kínverjum í dag að fara inn í Afganistan en þess að allir þeirra vopnabúnaðar eru keyptur af Kínverjum í dag og Pakistan og Indverjar, þeir voru nú líka í átökum ekki fyrir svo löngu, það eru bara nokkri mánuðir síðan. Já, það var svona kannski ekki orðið alveg all out sko en hérna, þú veist, það voru flugvélar skotna niður og fleira og Pakistanar voru nokkuð ofan á þar sko, að kínverski búnaður kom vel út, þau skutu niður til dæmis Mirage þotur franskar sem að fram að því hefur þótt alveg þokkalega góð sko, þannig að hérna það er bara, það er alltaf að verða vitlaust. Svo er spenna í Suðaustur-Asíu líka á milli Kambodíu og Thailands. Já, ég þekki það ekki. Já, er mikið spennað þar? Eða? Já, það er búið að vera undarfarnar mánuði svona, en og Tælendingar eru svona nær Kínverjum, þú veist, svo ertu með Japani, þeir voru náttúrulega tiltölulega nútral, þannig svona 2015 og fóru þeir að byggja upp flugherinn sinn og það er þá sem að rosalega margir í kringu þennan tíma 2015-18 byrja margir að byggja svona smá saman upp herina sína og núna eru Japanar með 5. stærsta flugherr í heimi ef ég man rétt og eftir það hafi í rauninni ekki verið með neitt svakalegan her sko frá seinni heimsstyrjöldinni eftir að þeir voru bara núkaðir hérna tvisvar röð og sko svo erum við með Ástralíu, við erum með Suður-Kóreu, þeir eru allir að vopnast, það er rosalega mikið að bæði flugvélum og skriðdrekum verið að framleiða í Suður-Kóreu og ég veit það með svo Pólverjar að kaupa suður-kóreska skriðdreka alveg í bunkum, þannig að hérna
Sko það er rosalegt svona rosaleg hervæðing. Manstu hvað eru upphæðir Jóna voru sem að þú veist þjóðverðarnir eru að eyða í þetta en þú veist það er eitthvað sturla sko. Þeir voru að setja í man ekki hvað það var eitthvað biluð prósenta af 7% eða eitthvað, þú veist, að fara frá því innan við 2 margfölduðu prósentur. Já. En vandamál þeirra er náttúrulega, þeir eru bara ekkert með mannskap og verða ekki með mannskap í langan tíma til þess að stýra því öllu saman að því að þeir eru með svo lítinn her. Það tekur mörg ára að þjálfa og svoleiðis upp sko. Já, og menn hafa til dæmis talað sko að herir og hermenn sérstaklega svona að ætla að stýra stórum her, þetta eru miklar hefðir og þú veist að þurfa að vera margar kynslóður af mönnum sem eru búin að sinna fullri herþjónustu og þú býrð þetta ekki til bara nokkrum árum eins og menn halda, þannig að þegar að menn voru að draga saman seglin í Evrópu og heldur kannski að þeir gætu eins og þú sér það að Svíjar voru með yfir 700.000 manns í hernum sko, einhvern veginn kringu 1970 og svo allt í einu fara niður í 26.000 og hérna, það er náttúrulega engin her. Þú veist, sko, ég meina, þú byggir ekki upp her síðan á bara 2 árum með því að fjölga fólki. Þetta virkar ekki svona. Nei. Þannig að þú veist... Það er eitt líka sem meikar engan sens í þessu fyrirgjöf, Helgi. Það er þetta bæði á Íslandi og í víðsvegar Evrópu að sko beiðinni og fyrirskipunum Evrópusambandi þá verðist allstaðar verið að þrengja að bændum og minnka fæðu öryggi landan. Já, á hernaðartímum. Það er stórundarlegt. Já, það er stórundarlegt. Sko, ekki bara það er verið að minnka þetta fæðuöryggi og þú veist, sjálfbærni landbúnaðar til þess að fæða sitt eigið fólk sem er alveg gríðarlegt áhyggjuefni. Og á sama tíma það er verið að gera allt peningakerfið rafrænt á þeim tímum þar sem að það er alveg hægt að taka út peningakerfið. Þetta er bara raftækni. Og hvað ætlar að gera ef það er allt sem mann tekið út? Bara royally fucked og það veit enginn. Við sáum það bara á Spáni og Portugal fyrir stuttu síðan. Ég var nú hérna. Já, þannig að þú veist, það er ákveðin öryggisventil sem er ekki hægt að sko leggja nægilega mikla áherslu á að þurfa að vera til staðar. Og þess vegna hafa mörg ríki sem eru til mest nálægt Úkraínu eða hafa verið að fylgjast með þróuninni, Finnar og Svíjar og svona. Þeir eru aftur að hverfa frá þessu algjör að rafræna kerfi og segja, heyrðu, við þurfum að vera með kass líka, þú veist, upp á það ef eitthvað klikkar, eða ráðist á greiðslukerfið okkar. Og ég meina, hvað heldur að segja fyrsta í nútíma svona cyber-attack sem hefur ráðist á? Það er greiðslukerfið. Það lamar allt. Og ef þú getur ekki borgað fyrir matin og ef að bændur þín getur ekki fengið borgað, þú veist, það stoppar allt. Þannig að sjá líka bara í Kanada, þeir hika ekkit við að ef þú ert ekki þóknanlegur, þá bara taka þér aðganginn af bankunum. Það er bara málið, þá ertu bara debanked. Já, og hugmyndin bak við þetta er náttúrulega að geta fylgst með fólki með að vera með rafrænt kerfi og láta bankana tilkynna hvern einasta aur sko og setja á þá alls konar rannsóknar og tilkynningaskyldu er náttúrulega í rauninni rosalega sérstakt, þannig að fyrir mér á ríkið ekkert að þjóna þessu tilgangi. Nei. Þá bara þjóna þeim tilgangi að láta okkur í fokkin friði og tryggja réttindi okkar. Gæta öryggis og gæta, þú veist, en í rauninni, þú veist, ef mér langar að vera með peninga, ef mér langar að vera með bankareikning, eða þú veist, hvernig ég vil haga mínum málum, það er bara mér komið, það er bara einstaklingsfrelsi, en mér finnst þetta svona, þetta öfgar rafræna kerfi vera, þú veist, og að taka fólki möguleikunum að vera með seðla er rauninni ákveðin stjórnun, sko, þetta er ákveðin vald og eins og lýsir eins og Jón var að lýsa í Kanada þegar að trukkabílstjórar fóru að mótmæla þarna, minnir að hafa verið COVID að það ekki að þá var bara að skoða bara númerin á bílunum, þá var bara að vita hverju þetta voru reikningunum og þau voru bara fristir, þannig að þeir voru bara non grata og gátt ekkert gert og þú veist, annað lætur þú að þessari hegðun eða bara við fristu þig. Allir sem gáðu svo mikið sem 1 krónu til styrtan mótmælinu líka, bankarengarnir voru teknir af þeim í ógöndum. Þetta var sjálfsögðu tóku svo dómstólarnir á endanum og sagði að þetta hefur verið ólöglegar aðgerðir, en það stoppaði ekki stjórnvöldi að gera þetta. Þeim er drullu saman við réttindi þín, sko. Nei, enda trúður þarna við stjórnvölin. Já. Trúðdómar. En hérna það er kommentakerfið, hérna ég misti svolítið svona yfirliti yfir að það er búið að leysast hérna upp í smá, menn er að rökræða þar og rífast og það er svolítið skemmtilegt en það hurfir svolítið svona það sem að
ég mist allavega yfirsýna, ég ætla að ljúka þessu hérna hjá okkur með kommentakjörnum, það er hérna bara nokk var að berast hérna, það er hinsegin borgarastyrjöldin er mjög gefandi fyrirbæri, alvarleg áhrif en líka svo fyndin að sjá til dæmis Eld eða J.K. Rowling sem þroskaðir einstaklinga færir almenna röksendafærslu, láta Buffalo Bills fróðumfella. Þetta er alveg ágætt, hérna, já, mér langaði svona að bjóða ykkur gestunum og helga ykkur lokaorð og óskonum Alex góðs gengis í baráttunum hans, ég er búin að linka hérna GoFundMe síðan hans nokkur sinnum. Við ætlum að halda áfram að gera það. Og já, ég ætla bara að spyrja hvort að menn vilja segja eitthvað að lokum. Eldur, þú með ykkur lokaorð? Ég bara þakka kærlega fyrir gott boð og það er alltaf gaman að koma hingað í stúdíu og ræða málin og hérna, jú, það er ýmislegt að gerast og hérna bara watch this space, þeir sem vilja fylgjast með mér, þeir getur fylgst með mér á X undir Just Gay Eyes eða á Facebook og svo hérna, já, það er nú bara, kíkja á síðuna mína, eldursmári.com. Það er mjög margt fróðlegt inn á X-jáður, Já. Facebook, postar oft frábærum greinum og hérna vístagreinum líka og tilvísunum í alls konar rannsóknir þessi réttindi samkynhneigðra og transfólks og transbarna. Alex, I want to thank you for Thank you. coming to the show. Thank you for having me. And for sharing your experience and Thank you. your court case. So thank you very much. Og ég vil þó ekki bara segja þetta gott að sinni, ég bara þakka hlustendum fyrir áhrifið og hérna vonaði að hafi notið þáttarins. Takk Takk fyrir okkur. Takk. Og við saknum Sverris. Já, Bara sjátt á þetta komið Sverrir fram. hérna. Já, okkar mann. Er rassamælin inn í sér núna? It's hot. Good. Yeah, the gold is going up. Yes.